Góðan dag, kæru gestir. Mikið gaman að sjá ykkur hérna í ráðhúsinu á þessum fallega föstudagsmorgni og finna fyrir ljúfri orku ykkar sem heima sitið. Ég heiti Dóra Björt Guðjónsdóttir og formaður Nýsköpunarráðs borgarinnar og það er mér mikill heiður að opna þennan áhugaverða fund athafna borgina Reykjavík. Uppbyggingu innviða, þjónustu, húsnæðis, klasasamfélag og alls konar dásamlega hluta sem eru hluti af því að næra frjósama jörð fyrir uppsprettu hugmynda og framtaks fyrir fólk, frumkvöðla og fyrirtæki í borginni okkar. Ég vona ég sé búin að koma ykkur vel fyrir, finna kaffi, ykkur líðið vel því að þetta verður skemmtilegur morgun. Og við finnum fyrir orkunni, tindrandi endurspeglun sólarinnar á tjörninni, veitir okkur innblástur, gefur okkur svolítið gott í hjartað og þá er ljúft að huga að framtíðinni og tækifærinu. Það er allan að hægt á svona góðum morgni að vera svolítið eftirvæntingafull og bjartsýn. Því tækifærin eru mikil og það eru jú þau sem eru til umfjöllunar hér í dag. Og það eru þau sem verða kynnt. Það er til umfjöllunar þróun og sköpun, atvinnusköpun, nýsköpun og listsköpun. Við vitum kannski ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, en við vitum að við sköpum hana. Með því að hrökkva eða stökkva, með því að velja í hvora áttina við ætlum að fara. Það er ekki alltaf svo mikla tilviljanir. Við ráðum miklu stefnuna. Og við ætlum einmitt að tala stefnuna hér í dag. Samþykkt atvinnu- og nýsköpunarstefna borgarinnar verður kynnt sem var samþykkt í borgarstjórn í vikunni og ætla kollegi minn Þórdís Lóa að kynna hana. Því margt hefur drifið á dag okkar í borginni undanfarið þegar kemur á atvinnumálum og nýsköpun. Við viljum efla borgina, við viljum öflug og stöndug fyrirtæki, tækifæri, nýsköpun og þróun og þess vegna erum við hér í dag. Í dag verður farið við markið sem Reykjavík og öflugir aðilar innan hennar að setja á framtíðina. Og ég get sagt ykkur að við erum rétt að byrja. Njótið næstu stunda. Ég segi þennan viðburð hér með setnan og gef orðið yfir til fjölmiðlakonunar Bjargar Magnúsdóttur sem ætlar að leiða okkur snilldarlega í gegnum þennan dans sem athafnaborgin Reykjavík býður okkur upp á hér í dag. Njótið. Jæja, komið sæl og góðan daginn. Gaman að sjá ykkur sem eru hér komin í Tjarnasalinn og sérstaklega þið hérna sem eru með okkur í streymi. Það eru hérna með fjöldi fólks á bakvið tölvur út alla borg að fylgjast með öllu því sem verður á dagskrá hér í dag. Og takk fyrir að opna fundin svona fallega, Dóra. Mjög, settur okkur alveg í gírinn. En það eins og sjáið, það sko svakaleg og stíf dagskrá framundan, þannig að ég mun þurfa að hafa með alla við bara til að halda hér tímamörkum, þannig að þið komist nú einhvern tímann í helgarfrí. Þannig að við skulum ekkert vera tvínóna við hlutina, heldur skulum við bara byrja þennan kraftmikla fund og það er borgarstjóri sem ætlar að stíga hér fyrstur á svið og ræða svona athafnaborgina Reykjavík í stóru samhengi. Það eru 200 glærur, er það ekki? Þetta er metnaðarfullt krakkar, þetta er metnaður í gangi hérna. En elsku Dagur, bara sviðið er þitt, tökum vel á móti honum. Takk fyrir kærlega, Björg. Ég get hrætti mig því að glærurnar eru 287 þannig að það verður farið býsna geyst yfir en við byrjuðum á þessum fundum þegar það var algjört frost á byggingamarkaði í Reykjavík bæði í íbúðabyggingu en líka í atvinnuuppbyggingu og þetta var til þess að gefa yfirliti við tækifærin sem voru ekki komin á stað en væru sannarlega fyrir hendi. Núna er þetta blanda af því að við gefum áfram yfirsýn yfir tækifærin en líka yfirlit yfir það sem að gerast. Og gömlu glærurnar tækifærin eru mörg orðin að veruleika nú þegar og horfin út úr yfirlitunum en það er ýmislegt sem að klárast núna þannig að við erum í blöndu af uppskeru og tækifærum og bara á þessu ári eru gríðarlega mörg stór verkefni að klárast, starfsfólk að flytja inn eða verið að opna dyrnar fyrir ferðafólki
og ég enda í raun yfirlitið á að bjóða heim til 2 og það annars vegar að í hádeginu þá ætlar Landssímareiturinn, hótelið sem opnað þarna við Austurvöll, að bjóða heim til sín. Þar verður létt hádegisressing, þannig að þið sem eruð að horfa á í streymi að þið eru líka velkomin og síðan seinnipartinn að þá förum við inn á Hafnatorg til Reyins við Geirsgötuna klukkan 4. Þar verður boðið upp á léttar veitingar og þið eru öll velkomin þar líka. En mér ekki til setunar boðið. Við ætlum að gefa þetta yfirlit yfir athafnaborgina Reykjavík og allt þetta hluti af heildarsýn. Þetta græna planið fjölbreyttari uppbyggingu borgarinnar og fjölbreytt atvinnutækifæri til framtíðar. Við stiklum á stóru varðandi uppbyggingu atvinnuhúsnæðis, stöðu þróunarverkefna, opinbera innviða sem eru víða að taka á sig mynd og síðan þær lóðir sem við erum með í boði fyrir atvinnurekstur sem vil flytja sig til, að stækka eða að sækja fram. Það hefur verið gríðarlega mikil en samt jöfn og þétt uppbygging á atvinnuhúsnæði Reykjavík. Þetta yfirleitt endurspeglar það ekki. Það að segja að það 1 ár hérna risa stórt, 2018. Þetta Landspítalinn sem fellur undir flokkið annað og hérna dökkblár með 80.000 fermetra, en annars þetta býsna jafnt og þétt. Ef við skoðum langtíma meðaltali þá erum við fyrir ofan það eiginlega öll síðustu ár. Við erum einfaldlega að lifa með tíma í uppbyggingasögu borgarinnar, erum að samþykkja á hverju ári byggingamagn í atvinnuhúsnæði sem yfir meðaltali. Við sjáum á yfirlitunum yfir húsnæðisuppbyggingu að Reykjavík hefur þar farið úr því að vera að jafnaði með færri íbúðir sem að fara í gang með við nágrannasveitarfélögin að taka algjöra forystu og hún að verða býsna afgerandi þó aðrir séu líka að taka við sér núna undir það síðasta. Við höfum verið að meta þróunina vegna þess að og settum upp mælaborð í tengslum við COVID. Höfum áhyggjur af því að það væru mörg fyrirtæki að fara í þrot og það voru fyrirtæki sem áttu í erfiðleikum, en hér sjáum við yfirlit yfir fjölda fyrirtækja per 1000 íbúa og sjáum að það hafa bæst við fyrirtæki í staðinn fyrir þau sem hallað undir fæti hjá, og Reykjavík með mesta fjölda fyrirtækja per 1000 íbúa ásamt Kópavogi og Garðabæ. En þegar kemur að fjölda fermetra atvinnuhúsnæðis að þá Reykjavík í ákveðnum sérflokki, og ef við berum saman allt höfuðborgarsvæðið að þá 70% atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Og það ekki að breytast. Ef við skoðum samþykktar byggingaheimildir þá 1 milljón fermetrar fyrirliggjandi í samþykktu skipulagi sem við sjáum hér í Reykjavík. Þetta eru nágrannasveitarfélögin og þróunarsvæðin sem í pípunum býsna umfangsmikil og stór, og það sem einkennir skipulagsáform Reykjavíkur þessi blandaða byggð. Við erum að reyna að stytta vegalengdina frá heimili til vinnu, þannig að við erum að blanda saman íbúabyggð og atvinnu, til dæmis upp á Ártúnshöfða. En ef við tölum þróunina að þá höfum við auðvitað verið með augun mjög á ferðaþjónustunu sem gaf áberandi eftir í faraldrinum. Og við sjáum hér, þetta frá janúar 2020 og við erum að horfa á gistinætur í febrúar sem vissulega lágan og var eiginlega ekki til í ferðaþjónustu fyrir 2014, en hefur sannlega verið það, og hér sjáum við bara bein áhrif af faraldrinum. Fórum úr 200.000 gistinóttum fyrir faraldur og nánast niður í 0, og sjáum hér að Omikron hafði áhrif, og ef við
ef við horfum á langtímaþróunina bara fyrir febrúar, tökum það bara út, þá sjáum við enga síður þá endurheimt sem að eiga sér stað núna. Að þrátt fyrir Omikron að þá erum við einungis 23% fyrir neðan febrúar þegar að hann var stærstur. Þannig að það að hótelverkefnin hafi haldið áfram skiptir bara töluverðu máli og við eigum von á því að ferðaþjónustan í Reykjavík séu að ná fyrir styrk, jafnvel svo snemma sem á þessu ári eða því næstu. Aðeins halda okkur ennþá við heildarmyndina að þegar það flæðir yfir ykkur hérna þessi verkefni á eftir að þá erum við að sjá að sýnin að ganga eftir. Við erum að skipuleggja græna samgönguinnviði til þess að tengja þetta allt saman, íbúðaruppbygginguna og atvinnuuppbygginguna. Það borgarlínan sem svona þegar hún verður öll komin til framkvæmdar. En uppbyggingin ekki síst í tengslum við fyrsta áfangan sem frá Ártúnshöfða og yfir í Hamraborg og við sjáum svæðin allt í kring að þau að fara í jákvæða umbreytingu og við sjáum einstaka verkefni á lykilstöðum í tengslum við borgarlínuna, reiðjasettir rúms. Við skulum samt ekki gleyma að þegar við erum að hugsa grænar samgöngur þá erum við líka að hugsa hjól- og göngustíga og heildstæðu netin og síðan risaverkefni eins og það að færa umferðina á Miklubraut undir jörðina og fá áhugaverða borgarþróun þar á yfirborðinu. Það verða til grænsvæði, borgarrými og auðvitað tækifæri ekki síst í atvinnuþróun og þjónustu á jarðhæðum. Þetta sjáum við sannarlega þar sem að Miklabraut fer í stokk. Við sjáum fyrir okkur að á næsta kjörtímabili þá förum við af stað með nýja samgöngumiðstöð á BSI-reit. Hún hefur beðið aðeins eftir því að þessi áform skýrist og verði tímasett því að við erum að fara að umbreyta Hlemmi og allt þarf þetta að spila saman. Og síðan austur frá að þá fer Sæbraut í stokk á móts við hina nýju Vogabyggð og tengir Vogana og Vogana og auðvitað Ártúnshöfðan yfir á nýrri brú. En Sundabraut líka komin í ferli, mun kannski ekki hafa áhrif strax, en þarna erum við á 10 ára áætlun þar sem fyrsti hlutin undirbúningsfasi, leiðarval og umhverfismat til þess að svara lykilspurningum. Hér kemur smáaletrið, þetta samt mjög mikilvægt. Við erum með fleiri og fjölbreyttari atvinnulóðir í Reykjavík í boði á mismunandi stöðum núna og ég kem inn á það í yfirlitinu víða. Við erum að tala Mjóddina, Krókháls, Esjumela, við erum að tala Gufunes, Halla og Hólmsheiði. En inn í núverandi byggð líka að breytast landnotkun. Við erum að fara frá bensínstöðvum í fjölbreytta hverfistengda þjónustu og íbúðir býsna víða. Við erum að fækka bensínstöðvum 3/4 víða í borginni, þannig að víða að verða til tækifæri í tengslu við breytt skipulag. En þá ætla ég að gera það eins og ég geri iðulega á þessum fundum að ég reyna að hafa eitthvað svona system í galskapinn þegar ég að fara í þessa yfirferð og það hefur oft hentað að fara bara frá vestri til austurs þannig að fólk svona fylgi einhverjum þræði. Þannig að við byrjum bara alveg vestast í borginni út á Fiskislóð þar sem Brimrún að ganga frá þessu atvinnuhúsnæði, 2000 fermetrar verslunar og skrifstofuhúsnæði. Á næstu lóð nánast bílabúð Benna að byggja 5000 fermetra byggingu fyrir skrifstofu, lager og verkstæði og það lítur svona út núna. Eitt af 9 hótelunum sem að opna eftir COVID á Grandanum, Hótel Grandi, verkefninu nýlokið, þetta eru tæplega 200 herbergi og þarna komið skemmtilegu veitingastaður, Héðinn í þessu gamla iðnaðarrými og kaffihúsið Hygge.
sem að kalla nú eiginlega á það að fólk fá sér danskt rúgbrauð sem sýnist að vera þarna á borðinu. En héðinsreitur eru auðvitað að byggjast upp líka sem íbúðarreitur en á jarðhæðunum verður atvinnuhúsnæði, þannig að þetta verður lifandi borgarumhverfi. Þarna skammt frá síðan Steindórsreitur eða Bíkorreitur sem verður að meginstofni til íbúðarreitur, en þarna á jarðhæðunum verður líka þjónusta. Yfir á Vesturgötunni sem tengist eiginlega líka Héðinsreit tæplega 1000 fermetrar af þjónustu og verslunarrýmum á jarðhæð. Það verið að þróa reiti út á Grandanum líka sem eru hreinni atvinnureitir meðal annars í tengslu við sjávarklassa eða hugsanlega stækkun hans. Þetta kallast Línbergsreitur og öðrum íbúðarreit sem við vonum að sé að fara af stað á þessu ári. Vesturbugt gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Fyrsta lóðaauglýsingin á fundinum Grandagarður 2, við vorum að auglýsa það, erum að rýna þau tilboð, hugsanlega verður þetta auglýst aftur, það fer eftir því hvernig þessum tilboðum reiðir af, en þetta gamla Allianshúsið og byggingar heimildir í tengslum við það sem auðvitað mjög spennandi. KR-ingar hafa verið að þróa Frostaskjólið, þar líka atvinnuhúsnæði á jarðhæðum. Þetta deiliskipulagsreitur sem í kynningu og mun umbreyta Frostaskjólinu á skemmtilegan hátt og opna á verslun og þjónustu á jarðhæðum. Það eru síðan ýmsar framkvæmdir. Við lítum á strandlengjuna í raun sem útivistarsvæði og erum að efla þar sjóvarnir. Erum að endurnýja Óðinsbryggju, þannig að þetta var svona Vesturbæjaskammturinn, en að öðrum svæðum ólöstum þá eru þetta mjög mikið að klárast hér á miðborgarsvæðinu og þetta eru þetta sá blettur á Íslandi sem skapar mestar gjaldeyristekjur. Við tölum eiginlega aldrei það, en þannig það, þess vegna mikið álag en líka mikil fjárfesting og framkvæmdir. Þarna eru risaverkefni að klárast. Höfuðstöðvar Landsbankans litu svona út 2019. 2020 var húsið komið upp úr jörðinni, 21 leita svona út, en núna það sannarlega farið að taka á sig mynd og steiningin eða klæðningin farin að bætast við og þetta á að klárast í lok þessa árs og líta svona út og þá verða til almenningsrými þarna líka ofan á þökunum, þannig að þetta verður sannarlega mjög spennandi. Við hliðina á Edition hótelið, það núna að komast í fullan rekstur. Ég býð svolítið eftir nætuklúbbnum sem í kjallaranum, en svona var þetta 2018. 2019 var uppsteypuna mestu lokið, frágangur var auðvitað langt komin að utan í fyrra, en svona þetta í dag og það verður gríðarlega spennandi að sjá samspili við Hörpuna og ráðstefnuhluta þess og þarna erum við í raun bara síðar á þessu ári að sjá umbreytingu borgarinnar á þessu svæði svolítið klárast. Við gleymum því stundum hvað umbreytingin á öllu þessu svæði hefur verið mikil. Það ekki mjög langt síðan þetta var svona og rampurinn upp á aðra hæð á Tollhúsinu var til þess að byrja hraðbraut sem myndi strauja Grjótaþorpið og tengjast við Suðurgötuna. Svona var þetta auðvitað áratugum saman og við munum það vel. Núna eru þessi bílastæði komið neðanjarðar og þetta lítur svona út. En bara aðeins vestar Naustatorg og gamla fiskihöllin sem var eiginlega orðin til skammar. Þannig að það víða verið að umbreyta. Hér bæjarins bestu sem að þegar við gerðum skipulagi fyrir allt þetta svæði þá var eiginlega eina athugasemdin sem við fengum að það mætti ekki fórna bæjarins bestu. Þannig að það var ekki gert en svæðið hefur umbreyst í þessa mynd. Þessi umbreyting að halda áfram og hún að klárast. Í Hafnarstrætinu, Hafnarstræti 18 verið að klára endurgerð á Rauðahúsinu þar sem var hægt að kaupa pítsur á nóttunni. Það verður svona.
Þessi fasteign var að skipta hendur bara í gær og Reginn að kaupa fleiri fasteignir á þessu svæði. En það eru fleiri í raun sögufræg hús sem eru að breyta notkun á Vesturgötu 2, Kaffi Reykjavík. Þar að koma mathöll á tæpum 2000 fermetrum. En í gamla pósthúsinu á Pósthússtræti 3-5 líka að koma 10 veitingastaðir og viðbygging í bakhúsinu með bar. Og það sem við fáum að sjá klukkan 4 í Austurhöfninni að það nýr veitingaklassi, 7 veitingareiningar á Hafnatorginu sem heitir Hafnatorg Gallery og verður mjög áhugavert að fá að skeggnast þarna inn. Þarna verður líka einn veitingastaður og 4 verslanir og þetta að fara að opna bara á þessu vori, þannig ég spenntur að sjá hvað þetta verður langt komið klukkan 4 í dag. Það líka að opna nýr veitingastaður í gamla Hafnarhvoli og það Haraldur Þorleifsson, athafnamaður sem að gera það, held ég í nafni ömmu sinnar, Önnu Jónu, og það mun líta nokkurn veginn svona út. Þannig erum við komin á Tryggvagötuna. Talandi einhverja dramatískustu umbreytingu sem verður í borginni á næstu árum, það Tryggvagatan. Við byrjuðum það með því að taka götuna í gegn. Hún leit svona út fyrir skömmu síðan, en núna hún orðin svona og þarna í Tollhúsinu verður Listaháskóli Íslands. Það verður farið í samkeppni Listaháskóla Íslands í Tollhúsinu sem þá á þessum kafla Tryggvagötunar. Grófarhúsið sem með þessari 90s klæningu í samkeppnisferli og verður hús orðsins með þessari viðbyggingu. Þarna verður í raun nútíma bókasafn eins og hægt að kynnast í mörgum borgum erlendis, mun breyta og stækka og eflast og það var heilmikið samráð sem fór fram það og við erum nákvæmlega núna í samráði umbreytingu alls Hafnarhússins í hús myndlistar. Þar hefur Listasafn Reykjavíkur verið í 40% af húsinu en í kjölfar þess að við fengum risastóra gjöf, Listasafn Nínu Tryggvadóttir og fasteignir á Manhattan sem fylgdu með, að þá keyptum við restina af Hafnarhúsinu, hinn 60% og þetta verður hús myndlistar. Þannig að við verðum með hús orðsins, hús myndlistar og síðan Listaháskóla Íslands við þessa umbreyttu götu. Þannig að þetta verður ný menningarmiðja og Harpan auðvitað bara steinkast frá við Tryggvagötuna. Við Austurvöll hótelverkefni þar að klára sem að bjóða okkur heim í hádeginu til að sjá. Þetta eru 163 herbergi og þetta hefur þróast. Það hefur margir mjög miklar áhyggjur af útlitinu þarna en þetta að koma mjög vel út og sérstaklega gagnvart Austurvelli og Fógetagarðinum að þá mun þetta skapa betri og skemmtilegri rými. En þetta sjáum við bara strax eftir þennan fund og þarna verður eitthvað svona létt hádegisnarl fyrir þá sem orðnir svangir. Það líka verið að taka herkastalinn í gegn. Þarna verður einhver veitingastarfsemi á jarðhæð og gististarfsemi á efri hæðum. Út í Lækjargötu verið að byggja þar sem Íslandsbanki og bílastæði stóðu áður. Þetta hótel hefur fengið nafni Reykjavík Saga. Þau ætla sér að opna síðar í ár. Það auðvitað löngu risi, verið að ganga frá því utandyra og þá að leggja hornstein þarna strax eftir páska. Og þarna verða líka býsna merkilega fornleifar sem fundust við vinnslu verksins gerðar sýnilegar á mjög metnaðarfullan hátt. Það skapast í raun ný borgarrými í Vonarstrætinu en líka á svæðinu inn á milli húsana. Þannig að það verður gaman að sjá þetta fullgerast. Alþingi að byggja miklu metnaði hér beint á móti. Við erum ennþá í Vonarstrætinu
Verklok eru áætluð á næsta ári en þetta hefur risið núna mjög hratt að undanförnu og verður spennandi að sjá þegar þetta tekur á sig lokamund með utanhúsfrágangi. Stjórnarráðið með ýmis áform á svæðinu. Það var farið í skipulagssamkeppni stjórnarráðsreitin. Ríkið að endurhugsa svolítið sín mál og á í samningaviðræðum eins og upplýst var daginn við Landsbankann að koma inn í nýju Landsbankabygginguna og þá breytast kannski áformin á stjórnarráðsreitnum. Það sem hefur hins vegar ekki breyst að þá byggja við Forsætisráðuneytið eftir að fornleifagreftri lýkur þar á bakvið og sú bygging á að líta nokkurn veginn svona út. En við fórum í samkeppni í samvinnu meðal annars við Forsætisráðuneytið svæði fyrir framan sem Lækjartorgið. Og þar fengum við verðlaunatillöguna Borgarlind sem mun lyfta þessu svæði sem hefur átt í dálitlu basli við að vera skemmtilegt og laða sér fólk á undanförnum áratugum. Þannig að Lækjartorgið mun taka á sig nýja og breytta mynd. Það verið að huga að ýmsu, meðal annars húsnæðismálum Menntaskólans í Reykjavík. Við erum að gera upp Vörðuskóla líka sem framtíðarskólahúsnæði og við erum að fjárfesta í nýjum miðborgarleikskóla. Þannig að það líka verið að gera skólamálunum á þessu svæði til góða. Upp með Laugavegi mörgum verkefnum lokið sem hafa verið í gangi undanfarið. Sentirhótel eru þó að fara að byggja aðeins við Laugaveg 12B. Það verið að taka kirkjuhúsið í gegn á Laugavegi 31 og hinum megin við Vatnsstíginn þá verið að taka gömul hús í gegn á Vatnsstígsreit og þar verða líka hótelíbúðir í bakhúsum. Það verið að klára síðustu uppbygginguna við Skúlagötu niður við sjó. Þetta síðasti turnin sem þar verður átt að vera 3 en við náðum samkomulagi að það yrði bara 1 og það verða sem íbúðir á baklóð og hótel í turninum, breskur arkitekt sem að spreyta sig á þessu verkefni af umtalsverðum metnaði. Og ef við tökum bara beygjuna upp eftir Snorrabraut þá Snorrabraut að breytast í Breiðgötu eða Borgargötu. Það eru víða uppbyggingaverkefni þar, bæði Snorrabraut 54 sem gamla osta- og smjörsalan, það íbúðauppbygging og Snorrabraut 60 þar sem verður fallegt borgarhús og atvinnustarfsemi á jarðhæð. Þannig að við missum okkur ekki alveg Snorrabrautina, þá rétt að minna á það að við Hlemmur auðvitað mjög mikið að gerast og svolítil uppbygging í húsum hér á hinu nýja Hlemmtorgi sem við erum að hefjast handa við núna á þessu vori. Munu auðvitað breyta mjög svip, verður miklu meira mannlífsumhverfi, torg, leikir og viðburðir en líka kaffihús, veitingar og styrking á því. Þetta var hraðferð yfir miðborgina. Ef við beinum síðan sjónum að Vatnsmýri þá það eitt mesta uppbyggingarsvæði landsins. Það í raun draumurinn þekkingaþorp í Vatnsmýri sem að verða að veruleika. Þar erum við með eina 11 uppbyggingareiti sem eru allir í mjög mikilli þróun og eru bundnir saman af borgarlínu sem kemur þá frá Kársnesi. Ferðatíminn úr Hamraborg styttist úr 17 mínútum í 6 yfir í HR og Vatnsmýri og þarna eru fjölmörg uppbyggingaverkefni. Mörgum þeirra lokið eins og til dæmis Grósku og Alvotek en vísindagarðasvæðið í heild hjá Háskóla Íslands í stöðugri þróun og þar líka bætast við Norðurslóðasetur hér við hliðina á Öskju sem verður eitt og sér mjög spennandi verkefni. Alvotek að stækka, að byggja nýjan áfanga sem eru 12.300 fermetrar. Uppsteypu á að ljúka núna í sumar og þetta auðvitað lyfjatengd og þróunatengd starfsemi. Gróska komin á fulla ferð, það ennþá bætast inn áhugaverð starfsemi þar
og auðvitað komin líkamsrækt en núna kemur einhvers konar matöll með 8 veitingastöðum og á að opna núna í maí, hefur fengið nafni Vera. Háskólinn í örri uppbygging á sínu svæði, Hús Íslenskunnar auðvitað búið að taka á sig mynd og verður svona þegar fallið hefur á Kóparinn. Kennaraháskólinn á leiðinni inn á svæðið eða öllu heldur menntavísindasvið Háskóla Íslands í gömlu Hótel Sögu sem við munum áreiðanlega þróa í samvinnu við Háskóla Íslands. En háskólinn búinn að setja fram nýja sýn, grænt skipulag, rammaskipulag til framtíðar, þar sem verið að nýta svæðin á háskólasvæðinu miklu betur, byggja meira og hana nú vill hún endurræsa sig. Þetta ekki gott. Já, þetta var kannski mikið fyrir þessa ágætu Dell 12, en ég held að ég verð að treysta hér á tæknimenn til þess að endurræsa. En já, sem sagt næstu glærur fjalla það að á Vísindagarðasvæðinu Háskóla Íslands og raunar öllu háskólasvæðinu þetta rammaskipulag sem við erum núna að fara að formgera yfir í deiliskipulag og annað. Á svæði Háskólans í Reykjavík eru líka skipulagshugmyndir sem eru að verða að veruleika og þar gert ráð fyrir því að borgarlínan verði ekki utan svæðis heldur færist innar og í nýju deiliskipulagi þá munum við sjá frumkvöðlasetur, íbúðarreit og ég leyfi mér að flytja þetta munnlega vegna þess að nákvæmlega þessi hús auðvitað ekki risin og það skipulag ekki orðið að veruleika, en ég get glatt ykkur með því að tölvan að lifna við, þannig að við erum að komast í myndirnar áður en varir sem eru góða fréttir vegna þess að næst ætlum við að fjalla það sem að gerast á Landspítalareitnum sem auðvitað stóra súlan sem við sáum í yfirlitinu yfir atvinnu fermetra sem voru samþykktir 2018 en eru núna stærsta, allavega steipufrekasta uppbygging á öllu landinu. En þá ætla ég að hleypa hér tæknimönnum sem að munu setja myndirnar aftur af stað. Það nefnilega ekki hægt að tala Landspítalann án þess að sýna þessa myndir því að og ef þið hafið nokkra mínútur eftir að þá bendi ég ykkur á að hér í hinum hluta Tjarnasalarins að það verið að setja uppbyggingarsýningu sem við munum opna formlega á Hönnunarmars sem núna í maí. Já, þetta allt saman COVID-tengt en til þess að átta sig á hvaða gríðalegt umfang á uppbyggingunni á Landspítalasvæðinu að þá hægt að skoða hér módel í réttum hlutföllum þar sem við getum borið saman byggingar sem við þekkjum býsna vel og eru í uppbyggingu við hið umfangsmikla svæði Landspítalans. Sem við sjáum einmitt á myndunum hér. Nákvæmlega, við vorum akkurat hér nefnilega og vorum að fjalla rammaskipulag Háskóla Íslands en Landspítalinn, stærsta hola Íslandssögunnar, bara hluti af þessu verkefni og það gríðarlega spennandi að fá á þessum fundi kynningu á
hinum húsunum sem að við erum í jarðvinnu fyrir og eru komin í byggingu og var verið að semja uppbyggingu á því næsta. Þetta meðferðarkjarninn, svona leitið út 2020 og þarna hafa gríðarlega steypuframkvæmdir staðið yfir og þetta mun fara að rísa undra skjótt þegar við verðum komin upp úr holunni. Þetta útlitsmynd eins og þessi hluti mun líta út. Þetta Sóleyjartorgið hér, en þarna við hliðina á hafin jarðvinna fyrir rannsóknarhúsið sem eitt og sér býsna stórt. Þarna verður öll rannsóknastarfsemin samankomin og gríðarlega stór bygging jafnframt. Það bílastæði og tæknihús sem líka búið að gera samninga að hefjast handa við og í síðustu viku var verið að semja í raun stóra viðbyggingu við Læknagarð sem nýtt húsnæði heilbrigðisvísindasviðs HÍ. Þannig að allar þessar 3 byggingar að fara að rísa til viðbótar við meðferðarkjarnann og Sóleyjartorgið sem ég minntist á verður þarna á milli og í skipulaginu þess gætt að gamla Landspítala byggingin fái að njóta sín. Yfir á HR-svæðinu það þessir húskroppar hér, þetta bara skýringamynd sem draga það fram að með því að borgarlínan fari gegnum svæðið að þá hægt að yfirbyggja eða prjóna sig við þannig að þetta verði allt heildstætt svæði og Háskólinn í Reykjavík búin að vera að hugsa sig inn í þá framtíð að flugvöllurinn verði ekki og hvernig þessi byggð geti þróast þar með til framtíðar. Við að bæta við samfélagslegum innviðum á svæðinu eins og leikskóla á Nauthólsvegi 81 og raunar líka fyrir aftan hús Íslenskra erfðagreiningar að koma með annan leikskóla sem hefur þegar tekið til starfa til að taka við aukningu barna á þessu svæði. Landhelgisgæslan síðan að byggja færanleg þyrluskýli fyrir viðbóta þyrlurnar sem hún að fá á svæðinu þarna hjá HR og við erum líka fjárfesta svolítið í lífsgæðunum með því að bæta við öðrum potti út í Ylströnd og auka aðgengi fyrir hreyfihamlaða að þessari dásamlegu aðstöðu þarna. Þetta verður auðvitað algjört lykilsvæði þegar kemur á borgarlínu og þeir sem ekki hafa skoðað hugmyndir brúna yfir Fossvoginn ætti að gera það. Aldan mun breyta samspili Reykjavíkur og Kópavogs en líka búa til mjög skemmtilegar leiðir, ekki bara fyrir almenningssamgöngur, heldur líka fyrir gangandi og hjólandi og hlaupandi eins og einhver myndi á. Þarna fyrir vestan síðan nýi Skerjafjörðurinn sem með fyrst og fremst íbúðarhúsnæði, líka svollu atvinnuhúsnæði og eitt af því sem við erum að fara að auglýsa núna þjónustu- og bílastæðahús sem mun þjóna öllu hverfinu og geta verið tækifæri fyrir öfluga aðila sem vilja fara inn í þennan rekstur fyrir þetta nýja hverfi. Í Hlíðum við kannski auðvitað að horfa á svæðið ofan á stokkunum sem myndast en við erum líka að nostra við almenningsgarðinn á Klambratúni og þau svæði með þróun og fjárfestingu þar sem eitthvað bætist við á hverju ári og það hefur stór auki notkunnina. Á Hlíðarenda auðvitað komin öflug íbúabyggð, þar komin fyrstu fyrirtækin á jarðhæð eins og til dæmis Hárgreiðslustofan Portið sem strax orðin býsna vinsæl. Við að þróa Öskjuhlíðina, við að gera göngustíg þar í gegn, skógarstíg sem við köllum Perlufestina og áningastaði hér og þar, þannig að fólk geti notið Öskjuhlíðar eins og vera ber. Það reitir sem kannski teljast til holta frekar en Hlíða eins og Heklureitur. Þar verður auðvitað áberandi íbúabyggð en líka atvinnuhúsnæði við jarðhæð báðum megin við, bæði Skipholti og við Laugaveg. Þarna vorum við Skipholtsmegin og þetta Laugavegsmegin. Nú Blindrafélagið að fara að byggja ofan á eina hæð í Hamrahlíð 17 og síðan eitt af tækjaformum sem við erum að skoða með ríkinu.
Það nýbyggingar fyrir þjóðskjalasafn og borgarskjalasafn sem myndur losa þennan spennandi reit við Laugaveg. Við höfum staðið í bréfaskriftum í býsna margra ára skeiðum að þetta sé tækifæri og ég vonast til þess að einhverja tíðinda verða vænt af því að vel síðar á þessu ári. Í Háaleit og Bústöðum erum við aftur að byggja leikskóla í eldra húsnæði þar sem Safamýraskóli var áður. Það fjöldi verkefna í Ármúla þar sem mikil umbreyting í múlunum og við höfum verið að opna á íbúðir á efri hæðum og erum með þróunarverkefni varðandi rammaskipulag þarna í gangi og auðvitað risaverkefni eins og Orkureit sem yfir 450 íbúðir en líka atvinnuhúsnæði á jarðhæðum. Í Lágmúla 2, gömlum borholuteig, að þá efndum við til samkeppni og erum búin að úthluta þessari lóð sem í þróun fyrir atvinnuhúsnæði og íbúðir í bland. Fyrsti áfangi af frekar uppbygging á Kringlunni í undirbúningi í skipulagi en það líka heilmikið verið að spá í endurnýjun á Kringlunni sjálfri og verið að setja fram spennandi hugmyndir það sem mun komast í framkvæmd síðar á þessu ári og verður spennandi að sjá útkomuna úr því. Það verið að byggja við Grensásdeild Landspítalans í þessu hverfi og þetta 4.000 fermetra uppbygging. Þannig að þið sjáu það að atvinnuuppbyggingin og atvinnuþróunin bara mjög víða í hverfum, meðal annars í Laugardal, þar sem að verið að byggja yfir Skattinn 9 hæða skrifstofubyggingu, 12.000 fermetrar og þar eru áætluð verklok bara núna í desember. Það líka verið að byggja í Borgartúninu sem hefur verið að taka stakkaskiptum eftir að sú gata var tekin í gegn. Þar verður þjónusta á jarðhæð en íbúður á efri hæð í Borgartúni 24. Það verið að leggja lokahönd á atvinnuhúsnæði á Kirkjusandsreitunum, kallað Sjávarborg, 7.000 fermetra atvinnuhúsnæði. Þar liggur fyrir að verður heilsugæsla á jarðhæð, en að þarna verður einhver bland af hverfistengdri þjónustu sem mjög skemmtilegt fyrir Laugardalinn og mun líta nokkurn veginn svona út. Sundahafnarsvæði, það gleymist stundum, en það í gríðarlegri endurskipulagningu. Þar eru hátækni vöruhús að leysa af hólmi vöruhús í útjaðri byggðar, þannig að gámarnir leggja eiginlega bara beint inn í hús og síðan eru vörurnar keyrðar út jafnvel á litlum rafmagnsbílum og það verið metið að þetta sparar kolefnisútblástur gríðarlega mikið og þarna vörunum staflað og mjög stórir innflytjendur hafa verið að byggja þessu hús eins og Innes og Hagar og Bananar sem eru þarna bara nánast á sama reit. Alvotech lyfjafyrirtæki líka með stórt húsnæði í Klettagörðum 6 en ein af stóru fréttum vikunar að við vorum að staðfesta í borgarráði í gær samninga við ríkið og Faxaflóahafnir að ný björgunarmiðstöð fyrir ríkislögreglustjóra, lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, slökkviliðið, almannavarnir, tollgæsluna, landhelgisgæsluna og fleiri getur risið á Kleppsvæðinu og þetta 30.000 fermetra lóð sem býsna stórt og verður gríðarlega áhugavert að sjá alla þessa aðila á einum stað. Í Skeifunni töluverð hreyfing á nokkrum stöðum. Fyrstilega á Grensásvegi 1, þar sem að íbúðir að byggjast hratt en þarna verður atvinnustarfsemi á jarðhæðinni og fyrstu áfangarnir að verða veruleika. Krónan og Elko að opna nýjar verslanir mitt þetta ár í Skeifunni. Það verður ekki alltaf svona dimmt en svona bara stundum þessar myndir. Og Paff að stakka sitt klassíska húsnæði við Grensásveg líka. Við erum að skoða með reitum spennandi hugmyndir á Suðurlandsbraut 56 sem við höfum kallað metroreit. Þar verið að leggja til blöndu af atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði inn á Skeifureitin. Annar reitur sem við erum að bíða eftir að fara af stað gerist vonandi á þessu ári
150 herbergja stækkun á hóteli og yfir 100 íbúðir á Blómavallsveit við Grand Hotel. Nú í Laugardalnum sjálfum höfum við verið að kynna heildarskipulag. Þar tekið mið af ekki færri en 3 þjóðaleikvöngum. Við eigum í viðræðum þá. Við erum líka að fara að gera Laugardalslauginni til góða, sem eru auðvitað drottning sundlauga, en heildarskipulagi nær mjög vel yfir þetta allt saman. Upp í Breiðholti að bætast við mjög áhugaverðar atvinnulóðir í Mjóddinni. Þar Álfabakki 2 eru þessar lóðir sem að skiptast í 4. Í Álfabakka 4 erum við með mjög eftirsótta lóð sem að margir hafa spurst fyrir Hún fer í útboð klukkan 12, bara núna á eftir. Og þar við hliðina á verða Garðheimar og ÁTVR með sínar verslanir fyrir Breiðholtið. Við erum að fjárfesta mjög mikið fyrir börn og unglinga og íþróttir í Mjóddinni. Þarna komið knatthús fyrir IR, þarna að koma þetta parkethús og við erum að ganga frá nýjum frjálsíþróttavelli allt á þessu sama svæði sem algjör paradís fyrir íþróttir. Við erum líka í samstarfi við ríkið viðbyggingu við FB upp í Efra Breiðholti og erum að útfæra hverfistengda skíðasvæðið við Jaðarsel. Í Árbænum komið listagallerí, höfuðstöðvin, það Shoplifter sem hefur komið sér fyrir þarna með Chrome Sapiens, ótrúlega áhugavert rými sem í raun nýr viðkomustaður í borginni sem ég hvet ykkur til að skoða. Bílasölur hafa komið sér fyrir á Krókhálsi 7 sem við seldum fyrir 1-2 árum og í Krókhálsi 9 líka. Í Grjóthálsi Össur að stekka við sig 3000 fermetrar, komið af stað. Ölgerðinni líka stekka við sig 2000 fermetra, það bara alveg að klárast. Í Hesthálsi verið að byggja svolítið við og það verið að þróa auðvitað höfuðstöðva strætó alltaf áfram og það eru nýjar atvinnulóðir að verða til við endan á Básum sem æfingasvæði Golfklúbbs Reykjavíkur, verða áhugaverðar atvinnulóðir þar sem að verða væntanlega auglýsta til sölu fljótlega. Í Ártúnshöfðunum auðvitað gríðarlega mikil umbreyting. Þar eru fyrstu íbúðirnar að fara í byggingu núna á þessu vori, verða 7500 til 8000 íbúðir en líka heilmikið atvinnusvæði. Það stefnt að því að einhver grænasta atvinnuhúsnæði allavega Íslands og kannski á heimsmælikvarða verði þróað þarna við Krossmýratorg en bara þar eru 50.000 fermetrar af atvinnurými í skipulagi og fyrsti áfangin verður 10-15.000 fermetrar og gert ráð fyrir því að þessi uppbygging hefjist á næsta ári. Við fórum í samkeppni með gömlu steipusílóin og þar sjáum við fyrir okkur að verði græn þróun á því en það eru víða atvinnureitir inn í þessu skipulagi Ártúnshöfða og Bryggjukverfi. Í Grafavogi og Gufunesi býsna mikið að gerast. Þetta nú gamla bryggjan, ég tók þessa mynd sjálfur þegar við vorum að velta fyrir okkur hvernig þetta nýta þetta svæði fyrir allnokkrum árum. Þarna núna komist þorp skapandi greina, Reykjavík Studios með gríðarlega starfsemi í skemmunni sem við sjáum hér. Við vorum að selja Reykjavík Studios næstu skemmu og Spildu vorum að selja þetta frumkvöðlasetur og síðan verður blönduð byggð hér á svæðinu og íbúðabyggð. Við erum að stefna næsta áfanga í Gufunesi í deiliskipulag síðsumars og svona þetta að taka á sig mynd. Þessi skrifstofubygging hér sem hefur verið innréttuð fyrir að mjög miklu metnaði verður fyrir eftirvinnslu og kvikmyndatengda starfsemi. Byggingarna verða tengdar saman og verða ein samhangandi heild. Þetta opnar bara núna á vormánuðum og þetta stúdíó verður tekið í notkun áður en árið úti, allavega búið að leigja það út frá og með nóvember, takk fyrir. Þannig að það mikill kraftur þarna og þetta annar áfangin sem við erum að fara að þróa. Niður við sjó erum við með til skoðunar hugmyndir uppbyggingaraðila að íbúabyggð en líka atvinnuhúsnæði á jarðhæðum.
Ef við höldum okkur við Grafarvoginn að þá hafa ýmis iðnaðartengd fyrirtæki, þar að segja raun iðnaðar mannafyrirtæki, komið sér fyrir á Gylfaflötunni sem skemmtilegur klasi og lítur nokkurn veginn svona út. Korputorg hefur ekki verið að virka sem verslunarsvæði og orðið blandara svæði fyrir heildsölur og Reykjavík Data Center, þar sem reiknistofa bankana meðal annars að vista öll okkar gögn, þar sé samfélagsins. Ó Jónsson og Kóper að byggja við í Fossaleyni og meira að segja Gufuneskirkjugarður að stækka við sig. Þannig að það eru bara allir í einhverjum byggingarhugleiðingum, sveimið þá. En í Grafarholt og Úlfarsárdal erum við auðvitað með eftirsótt atvinnusvæði við Lambhagaveg sem eru meira að minna allar farnar út, þær eru sendið einkaeigu og að byggjast upp hver af annari. Svona var þetta í fyrra, svona þetta núna. Það eru síðan í þróun ákveðnar lóðir í svokölluðum höllum sem nú bara þarna næsta svæði við. Það líka atvinnuhúsnæði í tengslu við uppbygginguna í Úlfarsárdal á jarðhæðum og við vonumst til þess að fá hverfistengdar verslanir þar. Við erum að skoða þróunarsvæði við Rauðavatn og í Hádegismóum meðal annars fyrir hugsanlega útilífsmiðstöð skáta og atvinnufyrirtæki þarna. Nú Hólmsheiði eitt stærsta atvinnusvæði sem við erum að þróa og það sjáum við fyrir okkur með grænum áherslum meðal annars vegna þess að þetta fjarsvæði vatnsverndar. Við höfum verið að fjárfesta mjög mikið í Úlfarsárdalnum í samfélagslegum innviðum og þeir sem ekki hafa skoðað íþróttamiðstöð Fram sem að rísa og vera opnuð núna á vordögum ættu að gera það, en ekki síður Dalslaug og bókasafnið sem samtengt og Dalskóla sem gríðarlega metnaðarfullt og spennandi verkefni. Nú síðasta hverfi sem við förum yfir Kjalarnesið, þar auðvitað esjumiðlarnir á fullri ferð. Við höfum verið að útluta stórum lóðum þarna og að fara að setja fleiri á sölu, að fara að ganga frá götum þannig að það sé hægt að fara að þróa þetta. Þarna Íslenska gámafélagið á býsna stóru svæði og alltaf að bæta aðeins við sig. Við sjáum fyrir okkur á Álfsnesi verði Sorpa með forystu ásamt okkur í að þróa konseptið hringrásargarð, þar sem við hættum að líta á úrgang sem úrgang og lítum á það sem auðlind til þess að nýta í eitthvað annað. Þarna gas- og jarðgerðarstöðin auðvitað orðin að veruleika og björgun að koma sér fyrir líka á Álfsnesi með nýrri höfn og athafnasvæðum fyrir efnisvinnslu úr sjó sem skiptir miklu máli fyrir byggingariðnaðinn. Það hérað sem að framleiði mest matvæli á Íslandi á Kjalarnesi og það meðal annars stór bú sem hafa verið að smá stækka eins og upp í Saltvík, þar sem Stjörnugrís og Stjörnuegg upp á Vallá líka og þetta heilmikil þróun, en í Nesvík annars konar þróun. Þar hafa fjárfestar Davíð Helgason og Haraldur Þorleifsson keypt land og að þróa það sem aðsetur fyrir listafólk og skapandi svona dvalarstaði og það stefnt að því að opna þetta á næsta ári. Við erum í raun með heildarsýn fyrir allt höfuðborgarsvæði. Við erum með öflug fyrirtæki með okkur sem þeir að kynna sig hér á eftir eins og Orka náttúrunnar. En á Grundartanga þá voru Faxaflóahafnir að auglýsa grænar atvinnulóðir. Umsóknarfrestur til 22. apríl og verður áhugavert að sjá hvað þar kemur í netinu. Við sjáum Grundartanga fyrir okkur sem ákveðna tilraunastofu til þess að bregðast við loftslagsvandanum og meðal annars í samvinnu við þau fyrirtæki sem fyrir og erum líka að þróa þar í raun svona græna iðngarða sem verður skrifað undir yfirlýsingum í næstu viku. Þetta eru býsna margar lóðir af ýmsum stærðum og gerðum sem við teljum spennandi til að þróa svona. Upp á Hellisheiði síðan eru grænir jarðhitagarðar sem verða kynntir hérna betur á eftir
og við erum auðvitað þar með öflugt verkefni Carbfix sem líka að ryðja sér til rúms út í Straumsvík með niðurdælingu og því að breyta gasi í grjót. Þetta var nú þessi þeysireið. Ég ætla aftur að auglýsa innlitið í hádeginu hér út á Austurvell til nýja hótelsins sem þar og síðan inn í Hafnatorg Gallerí klukkan 4 í dag. Þetta var yfirferðin og þessi kynning verður auðvitað aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar og auðvitað bara úti í raunveruleikanum. Því að núna erum við að uppskýra, við erum að klára mörg verkefni en sannarlega mörg líka að fara í gang. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir það, Dagur. Og eins og þið viti gott fólk bæði sem eru stödd hér í Tjarnarsalnum og þeir sem eru heima að fylgjast með í streymi, þá er glæsileg dagskrá framundan og við skulum bara ekkert vera tvínóna við hlutina, heldur fá næsta frummælanda hérna upp á svið. Það er hún Berglind Rán Ólasdóttir, framkvæmdastjóri stýra öllu heldur Orku náttúrunnar og hún ætlar að fjalla jarðhitagarða á vegum fyrirtækisins. Gríðarlega stór og flott uppbygging. Gjörðu svo vel, Berglind. Takk fyrir, Björg. Hvað segirðu? Ég held að vera að tala um mig. Já, heyrðu, gaman að fá að er eitthvað, já, gleraugnir ekki komnir upp. Hún er ekki að rístarta sér, tölvan samt. Það er bara næsta glæra. Er þetta komið? Já. Já, takk fyrir boðið. Gaman að fá tækifæri til þess að segja ykkur frá því sem við erum að gera upp á Hellisheiði. En eins og flestir vita þá er Orka náttúrunnar í eigu Reykjavíkurborgar og er eitt af dótturfélögum Orkuveitu Reykjavíkur. Í grunninn það sem við gerum í Orkuveitu Reykjavíkur samstæðunni er að við framleiðum og seljum rafmagn og heitt vatn, en við gerum mjög margt annað sem að tengist þessari kjarnastarfsemi okkar, eins og til dæmis að byggja upp innviði fyrir rafbíla og erum núna búin að setja fót annars konar þjónustu fyrir rafbílaeigendur, eins og til dæmis heimalestur í áskrift, allt í þeim tilgangi að stuðla að því að rafmagn sem við framleiðum sé nýtt til þess að bæta loftslagsspor Íslands og okkar viðskiptavina. En ég ætla ekki að tala um það í dag, ég ætla að einbeita mér að jarðhitagarði Orku náttúrunnar sem er staðsestur við Hellisheiðarvirkjun. Við erum með 3 virkjanir, það er Hellisheiðarvirkjun sem er viðfangsefni dagsins, Nesjavallavirkjun sem er líka á Hengilssvæðinu, 14 km á milli, og í báðum þessu virkjunum það framleiðum við rafmagn og heitt vatn. Og heita vatnið sem við framleiðum, það er í kringu 50% af því heita vatnið sem er notað á höfuðborgarsvæðinu. Restin kemur frá lágvarma auðlindum og rafmagnið seljum við til heimila fyrirtækja landið allt. Svo erum við með litla vatnsaflsvirkjun í Borgarfirðinni sem heitir Andakílsarvirkjun. En að jarðhitagarðinum, er falleg mynd af Hellisheiðarvirkjun og þetta er sá hluti virkjunarinnar þar sem að hýsir jarðhitasýninguna okkar, sem er fræðslu efni jarðhita, Orku náttúrunnar og núna jarðhitasýningi líka orðin heimili Carbfix, þar sem að Carbfix er með sérstakt svæði á jarðhitasýningunni, þar sem að hægt er að fræðast þessa ótrúlega spennandi og góða og mikilvægu tækni. Svo hinum við húsi, þar er sjálfur virkjunarreksturinn og vélarnar eru inn í þessu rými. En það sem við erum með í jarðhitagarðinum, ég talaði að við framleiðum og seljum heitt vatn og höfum gert það mjög lengi. Það sem við höfum ekki verið að gera fyrir að við stofnum jarðhitagarðinn er að selja aðra strauma sem að losna þegar rafmagn er framleitt með jarðvarma.
og hafa þá rauninni ekki verið nýttir heldur bara hent. Og það mikið rætt það að hluti af því að leysa loftslagsvandann bara almennt að nota minna og nýta betur. Og þetta sem við erum að gera í jarðhitagarðinum rauninni hluti af því að nýta betur auðlindina, nýta betur verðmæti sem ekki nýtt og þannig í rauninni ef við öll gerum nógu mikið af þessu þá erum við að minnka ágang á auðlindi jarðar á endanum. Og það mjög mikilvægt að gera það. Þannig að í jarðhitagarðinum erum við ekki bara með rafmagn og heitt vatn, heldur við erum með kalt vatn, við erum með jarðhitavatn, við erum með koltvísýring og við erum með Carbfix sem rauninni nýjasta varan sem boðið upp í jarðhitagarðinum. Þannig að tilgangurinn með jarðhitagarðinum rauninni þríþættur. Það þetta sem ég talaði áðan sem að nýta auðlindina betur og með því að nýta auðlindina betur þá erum við líka að skapa verðmæti. Þannig að þarna fara umhverfismál og verðmætasköpunarmál saman og bara mjög vel í sama verkefninu og sömu áherslunni. Og þriðja meginstoðin í kringum jarðhitagarðinn að stuðla að nýsköpun. Þegar við fórum í gang með þetta fyrir nokkrum árum síðan, árið 2017 var í rauninni ekki starfsemi í jarðhitagarðinum, þá sáum við það alveg að fólk var ekkert í biðröð endilega að óska eftir því að koma að fá að vera með framleiðslustarfsemi við jarðhitavirkjun. Það ekki eitthvað sem að fólki dettur endilega í hug, þannig að við þurftum að búa til og gerðum það með því að búa til svæði við virkjunina sem var tilraunasvæði til þess að fá inn fyrirtæki sem væri opin fyrir nýjum möguleikum og gætu þróa sína tækni og stunda nýsköpun þar til þess að sjá hvort að þetta hentaði þeim. Það gekk vel og hérna sjáum þið á glærunni þarna litlu doppurnar þarna lengst til vinstri ykkar megin frá sér sem í salnum. Þetta eru gámar sem við köllum tækningar og vettvangur fyrir nýsköpun, fyrir áhugasama aðila að koma í jarðhitagarðinn eða hreinlega fyrir vísindafólk sem áhugasamt að gera tilraunir og búa til þekkingu sem jafnvel getur orðið af einhvers konar starfsemi. En ekki endilega. Það líka mikilvægt fyrir okkur sem stærsta jarðvarmafyrirtæki landsins að vera virk í því að styðja við jarðvarmatengda nýsköpun á Íslandi. En þetta eru 100 hektarar af skipulögu landi og við ákváðum að hafa þetta frekar stórt og alls konar stærðir af lóðum. En þess að þegar við fórum af stað þá vissum við rauninni ekki hvað myndi koma, hvort það myndi yfirhöfuð eitthvað koma inn í garðinn. En núna höfum við séð að það í rauninni biðröð eftir því að komast í garðinn. Fyrirtæki vilja koma bæði til að gera tilraunir og til að vera með starfsemi, þannig að við erum í rauninu búin að sanna að það fyrir sjálfum okkur að það eftirspurn eftir þessu og fyrirtæki vilja vera með okkur í þessari vegferð að nýta betur, sem mjög ánægjulegt og ekki spilli fyrir staðsetningin. Við erum það Reykjavík stutt frá flugvöllurinn og svo Þorlákshöfn auðvitað, það sem líka stór höfn. En í jarðhitagarðinum þá núna ýmis konar starfsemi en hún þannig að þemað hjá okkur í rauninni viljum við að fyrirtæki sem koma þangað hafi tvo eiginleika. Það auðvitað mikilvægt að þeir séu arðbærir viðskiptavinir Orku náttúrunnar en eins og okkur falið að reka þessar virkjanir sem gríðarlega dýrar og við þurfum að gera það þannig að reksturinn sé góður. Þannig að það auðvitað forsenda en það líka mikilvæg forsenda fyrir okkur að áhrif starfseminnar á nærumhverfið sé sem minnst og svo forgangsröðum við líka viðræðum aðalega út frá því hvort að framleiðslan eða starfsemin sé í rauninni góð fyrir samfélagi í heild sinni með tilliti til sjálfbærni. Þannig að þarna í þessi box tikka nokkru geirar. Það föngun koltvísýringur og andrúmslofti, direct air capture stendur þetta fyrir. Orkuskipti eru mikilvæg og við þurfum að framleiða til dæmis eldsneyti fyrir skip og flugvélar. Þannig að við horfum á rafeldsneyti sem eitthvað sem gæti komið inn í jarðhitagarðinn í framtíðinni. Matvælaframleiðsla hentar vel og svo ferðaþjónusta og
með ferðaþjónustu þá meina ég til dæmis reynilega bara jarðhitasýninguna okkar sem hluti af ferðaþjónustu og við sjáum í gegnum jarðhitasýninguna okkar að orku starfsemi getum farið mjög vel saman við ferðaþjónustu. Að koma kringum 100.000 manns upp í jarðhitasýningu hverju ári og 90.000 eru ferðamenn. En við myndum gjarnan vilja fá fleiri Íslendingar samt. Þannig að við erum með sterka umhverfisstefnu vegna þess að við erum nálægt vatnsverndarsvæði og leggjum áherslu á ásýndina. Þetta eru náttúrulega í rauninni grænir iðngarðar, þannig að ásýndin ekki eins og að það væru ekki grænir iðngarðar, en við leggjum áherslu að hún sé sem fallegust fyrir augað og gerum það í deiluskipulagi, þar sem við erum með kröfur útlit, hæðir, liti og annað og erum með mjög öflugt fólk með okkur í því að sjá til þess að þetta verði sem svona best fyrir augað líka. Hér svona mynd sem að sýnir straumana, eru hólur, við borum hólur, þetta eru 2 kilometra langar hólur eitthvað svoleiðis, 1 mínúta eftir og hér fer gufan og vatni inn í virkjunina og svo því dreift til viðskiptavina okkar allt land og svo inn í jarðirnar hér. Ég hef 1 mínútu eftir, þannig að ég ætla bara að tala aðeins þessa glæru, kannski fara minna yfir hinnar, þannig að þetta síðasta glæran. Aðeins til að segja ykkur frá því sem stuttlega það sem að gerast í jarðargarðinu núna, svo hlakka ég bara til að fá tækifæri til þess að koma seinna og segja ykkur frá því sem í pípunum og því sem að við erum að undirbúa, sem að ýmislegt. En við höfum verið svo heppin að fá til dæmis vísindafólk frá háskólanum á Íslandi til þess að gera tilraunir í tæknigörðunum okkar og það sem er mikilvægt að styðja við þessa þekkingasköpun. Þetta samstarfsverkefni sem Evrópustyrk sem fórum í sem að fólu í sér að byggja vetnisframleiðslu við Hellisheiðarvirkjunina. Og það var Orka náttúrunnar sem gerði það í samstarfi við aðra og við erum núna að framleiða vetni fyrir þessar 26 vetnisbíla sem á götunum í dag. Og hlökkum til að fylgja því eftir í samstarfi við aðra og sjá eftirspurnina eftir vetninu aukast. En hún frekar lítil í dag og við eigum nóg til af vetni. Við lítum á jarðhitasýningunum sem hluta af jarðargarðinum. Geosílíka þekki örugglega mörg sem framleiða fæðubótarefni úr skiljuvatni sem í rauninni steinefnaríkt vatn sem hefur ekki verið nýtt sem skildi fram að þessu en nú erum við byrjað að nýta það. Vaxa fyrirtæki sem að framleiða örþörunga og notar til þess strauma frá okkur. En örþörungar eru mjög líklegir til þess að vera mikilvæg hluti af fæðuframboði framtíðarinnar vegna þess að þú getur framleitt næringu með því að nota miklu minna vatn og miklu minna land heldur með hefðbundum leiðum eins og með því að bara hefðbundum landbúnaði. Þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með þeim með vaxa og svo síðast en ekki síst þá það Climeworks sem svisslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem byrjaði að framleiða í jarðargarðinum í fyrra og eru núna í samstarfi við okkur og Carbfix að fanga með sinni tækni koltvísýring úr andrúmsloftinu og dæla niður með Carbfix-tækninni í samvinnu við Carbfix og leigja land í jarðargarðinum og kaupa frá okkur rafmagn, heitt vatn og kalt vatn. Og það sem sérstaklega skemmtilegt í þetta líka að erum við að nota bæði heita og kalda vatnið inn í starfsemi Climeworks og svo tökum við það aftur inn í virkjuninu okkar og nota það í okkar starfsemi þar aftur. Þannig að þarna erum við líka auka verðmætasköpun með því að nýta auðlindina sem að vatnið betur. Þetta flækir starfsemina hjá okkur og alls konar sem fylgir þessu en við erum með svo hæft tækni fólk út allt sem getur hjálpa okkur að útfæra þetta. Þannig að það algjörlega þess virði. Þannig að takk fyrir mig og ég hlakka til að segja ykkur næsta kafla sögunar einhvern tíma síðar. Takk fyrir það Berglind. Það hljómar eins og þið séu bara svona í þessari miðjubyltingu við að breyta heiminum dálítið mikið til frambúðar og þið stefnið að því að verða sporlaus rekstur fyrir 2030. Það eru nokkur ári í það. Hvað myndirðu segja væri svona stærsta áskorunin þar á þeim stað? Hverju eru það að vinna í til að breyta því? Já, stærsti hluti losunar hjá okkur kemur frá framleiðslu rafmagnsins.
þó að hún sé lítil, hún í kringu 7 grömm á kílóvattstund með að við 800 þegar þú ert að framleiða rafmagn með koli, en við viljum taka hana nálægt núlli og bara tæknilega hægt og við erum svo heppin að Carbfix aðferðin hentar mjög vel fyrir þetta. Þannig að við erum með plan það að gera Hellisheiðarvirkjun sporlausa 2025 og svo Nesjavallavirkjun 2030 og það í rauninni þannig laga að því við þekkjum tæknina svo vel og erum búin að nota hana í Hellisheiði við að dæla niður 12.000 tonnum á ári, þá þetta spurning bara að framkvæma það. En svo náttúrulega þetta allt hitt sem að við erum að gera sem að skiptir líka máli litlu hlutirnir sem að hafa svo mikil áhrif á öll fyrirtæki að gera, eins og fara yfir í rafbíl að náttúrulega auðvitað helst taka strætó að hjóla, en það erfitt að gera það stundum þú ert í vinnuferðum og ýmislegt annað. Og eitt sem ég svo rosa stolt af, ætla bara að nefna það, að í mötunutinu þá erum við með skjá sem að sýnir kolefnisspor máltíða og ég myndi hvetja öll fyrirtæki að gera svona því þetta hefur áhrif á okkur öll og skiptir máli á endanum líka. Glæsilegt. Berglind Rán, takk kærlega fyrir það. Æðislegt. Og við bara hlökkum til að heyra næstu kafla í þessum málum öllum sem í gangi hjá Orku náttúrunnar. En nú ætlum við að aðeins að skipta takt. Við ætlum að fara úr jarðhita yfir í tölvuleikjaiðnaðinn. Hann ætlar að koma til okkar Þorsteinn Högni Gunnarsson, hann forstjóri Mainframe og ætlar að fræða okkur svona tækifærin í tölvuleikjaiðnaði í höfuðborginni. Gjörðu svo vel. Takk. Komið sæl. Þorsteinn Högni heiti ég og einn af meðstofnendum og núverandi forstjóri Mainframe Industries. Ég ætla rétt aðeins að segja ykkur bara örstutt okkar félag. Við erum ekki það þekkt hér á Íslandi þar sem okkar leikur hefur ekki verið tilkynntur og ekki komin á markað. En við höfum samt komist að stað með nokkuð miklum meðbyr. Stofnum félagið 2019 með höfuðstöðvar í Helsinki í Finnlandi og höfum vaxið frá 13 manna hóp sem stofnaði félagið upprunalega, hluta til starfsmenn frá CCP og stjórnendur þaðan. En höfum vaxið frekar hratt síðustu 3 árin og erum núna liðlega 70 manns með starfsemi í 7 löndum. En helstu bækistöðar eru hér í Reykjavík, í Helsinki og svo núna í París. Við skilgreinum okkur sem norrænan sprota. Ég ætla svolítið að leggja út af því í mínu erindi þetta samstarf milli Finna og Íslendinga sem kom okkar félagi af stað. Þannig ég kem aðeins meira út í það. En svona byrjunin á þessa loftbrú milli Íslands og Finnlands kom til af leikjastúdíói sem ég var þátttakandi í London á sínum tíma. Fór að vinna með tölvuleiki eða símaleiki fyrir Nokia, svona í upphafi þessara aldar og þar myndaðist tengslanet og kannski vináttusambönd sem ég gat síðan nýtt mér seinna meir þegar við vorum að hugleiða hvernig við ættum að fara af stað með okkar nýja verkefni og hvernig myndi láta það vaxa út fyrir landsteinina á Íslandi. Á leiðinni höfum við safnað þokkalegu fjármagni, við erum stóran hóp af bakhjörlum og vísi fjárfestum. Hér á Íslandi það Crosby Capital, í Finnlandi það Maki Ventures, Play Ventures og Sisu. En við höfum líka safnað hlutafé frá Kísildal með Kaliforníusjóðinn Andreessen Horowitz sem okkar stærsti fjárfestir og eins líka ýmsir aðilar úr tölvuleikjageiranum. Þar meðal Riot Games sem þið kannski þekkið úr e-sports-ævintýri þeirra í Laugardalshöll undanfarin 2 ár. En þetta hérna höfuðstöðvarnar í Helsinki. Lýstum þetta upp, eða Evrópusambandi sem deilir með okkur húsnæði lýsti þetta upp til stuðnings Úkraínu sem fannst voðalega fallegt. En við erum á Bræðraborgarstíg í Vesturbænum, í gömlu húsnæði, gömlu bakari, sem seinna var bókaforlagið Iðunn og svo Brim, en nú gerum við tölvuleiki frá þessu húsnæði í Vesturbæ. Við erum að framleiða leik sem við hefum ekki sagt neinum frá, þannig að þetta svona dulúðleg stefna okkar. Við erum að smíða tölvuleik sem við ætlumst til að milljónir muni þegar framleiðastundir kalla sitt heimili á netinu og ég vonast ekki að sagt ykkur meira frá þessu árin of langt líður. Erindi mitt í dag svona aðeins á breiðari grundvelli heldur en eingöngu tölvuleikjaiðnaðinn, þar sem ég hef eytt töluverðan tíma í Helsinki og mér finnst margt þar sem við getum lært af eða speglað okkur við hér í Reykjavík. Þetta samfélag það bylja, ef þú skilgreinir Helsinki sjálfa þá þetta tæplega 700.000 manns en cirka 1,2 milljón íbúar á stærra svæðinu. Og þetta svona höfuðborg á Norðurlöndum sem við getum aftur lært mikið af eða spegla okkur saman við.
Og það sem kannski sammerkt með Reykjavík og Helsingi að það mikill stuðningur við skapandi greinar. Það má segja sko frá aldamótum, líkt og hér í Reykjavík, hefur Helsingi tekið stakkaskiptum, komst til álna í tengslu við veldisvöxt Nokia á síðasta áratug, síðustu aldar, en eftir að fór hallundan fæti hjá Nokia og voru keyptar af Microsoft, þá myndaðist þessi ótrúlega skapandi sprotastarfsemi, mikið til að fólki sem hætti hjá Nokia fór að stofna sín eigin félög, en til þess að þetta gæti gengið eftir og farið að vaksa eins vel og það hefur gert í Finnlandi, þá þurfti að búa til stefnu sem að studdi við baki á sprotum og þar var bæði aðstaða, hvernig þú skapar þekkingarsamfélag með sem flestum þáttakendum, hvað var það sérstaklega líka fjármögnun, en líka kynningu út fyrir landsteinnu því að Finnar eiga svolítið sammerkt með okkur Íslendingunum. Við tölum bæði svolítið skrítið tungumál, það er svolítið kalt á báðum stöðum, meira þess að kaldar í Helsingi, þótt þessi meira rók hér, það er erfitt að laða fólk til landsins og Finnar hafa verið að kljást við þetta vandamál til margra ára. Þeim tókst að fá svolítið af fólki þegar Nokia var að gera farsímana sína, en á síðustu 20 árum hefur þetta verið barátta þeirra, að fá fólk til að koma og vera og eyða sínum tíma og helst byggja framtíðarlíf í borginni. Ég ætla aðeinslega að tala í dag þegar við erum að tala um athafnasvæði og hvernig borgir geta stutt við bakið á sprotastarfsemi. Ég veit ef þið hafi komið til Helsingi og eitthvað tekið þátt í að skoða sprotasamfélagið þar, það hafi kannski heimsótt þetta fyrirbæri. Þetta er Maria 01. Þetta var áður spítali á 19. öld og árið 2016 þegar Helsingiborg var að hugleiða hvað ætti að gera við þetta svæði, þá kom til þeirra hópur frumkvöðla sem hefðu stofnað félag sem heit Startup Foundation og samfærði borgin það að gefa þessa lóð og þessa byggingu, þennan spítala, til sjálfseignarstofnunar, ekki rekin í hagnaðarskyni, og Helsingiborg á þriðjung af þessari starfsemi. Þetta er Startup Campus eins og ég kalla það, þetta er 20.000 fermetra svæði og það er alveg hjarta byggingarna er svolítið gamli spítalinn, það er búið að breyta þessu í alveg ótrúlega lifandi svæði þar sem að koma saman ekki bara sprotar og einstaklingar sem eru alveg á frumstigi hugmynda sinna, heldur eru þar sumir af stærstu fjárfestum Finnlands innan sprotarna. Þannig að minn stjórnarformaður Ilkka Kivimäki hjá Maki, hann deilir húsnæði með 20 sprotafyrirtækjum. Hann er með litla hæð en restin er allt samkröllað fólki sem er komið mislangt, kannski bara á hugmyndastigi, en jafnvel komið upp í stærri félög sem telja kannski 20-30 starfsmenn. Og þessi campus er svo merkilegur fyrir þær sakir, þetta er hugmyndatorg. Þarna leiða þær saman á mjög markvissan hátt, ekki bara sprota, þetta er ekki bara frumkvæðilega setur þar sem allir startup-krakkarnir hanga saman í einu húsi og svo er allir vísisjóðnir einhvers staðar, kalla kannski Borgatún Finnlands, einhvers staðar í Espoo, og svo hittast þeir einstakir sinnum. Þetta er allt tvinnað saman sem er svo ótrúlega fallegt dæmi að þarna er þetta stöðuga flæði og þetta vistkerfi af nýsköpun sem verður til. Í þessu, frá þegar stofnuðu þetta 2016, það hafa 170 sprotafyrirtæki farið í gegnum þennan campus. Það var safnað yfir 350 milljón evrum á þessu tímabili og má segja að þetta sé svolítið hjartað í frumkvöðlastarfsemi Helsingi, alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni. Aftur það sem er svolítið, mér finnst vera svolítið til eftirbreytni, er að samstarf hins opinbera og einkaaðila í Helsingi er með svolítið öðrum hætti heldur við eigum að venjast hér að mínum mati í Reykjavík. Hér gengur þetta svolítið út af það að selja lóðir og fá svo einkaaðila sem eru með ákveðnar arðsemiskröfur per fermeter til að smíða. Vandamáli sem kemur til þá er að þegar sprotafyrirtæki eins og mitt fara af stað, komast af stað kannski í litlu húsnæði, jafnvel í grósku með 2 skrifborð þar, svo þau förum í næsta skrefi að þurfum að stækka. Að þá mætum við fasteignafélögum í Reykjavík sem eru að leigja út allt og dýrst. Þetta er svar við því. Hér er Helsingiborg í samstarfi við aftur þessa sjálfseignarstofnun að búa til miklu betri stökkpall heldur en held ég að við höfum séð hingað til í Reykjavík. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt fyrirbæri sem ég hefði gaman að segja ykkur betur frá við tækifærið. Nú aðeins bara örstutt það sem að Finnar gera líka sem er svo magnað að þeir nýta sér íþróttaleikvanga og önnur húsnæði til að búa til ráðstefnur og við eigum náttúrulega okkar Hörpu hér og fleiri svæði
En í Finnlandi eru þeir með Slush, þetta alveg ótrúleg ráðstefna, þetta stærsta sprota og tækni ráðstefna Evrópu. Og síðast árið þegar þeir komist aftur af stað in person, þá voru 10.000 gestir en venjulega 20.000 manns. Þetta voru 300 manns í fyrsta skipti 2008. Aftur, þetta sjálfseignarstofnun, ekki rekin í hagnaðarskyni. Þannig að þetta svona þetta samnorræna kerfi sem Finnar hafa tileinkað sér, þetta virkar opaslega vel og tónar vel við einkaframtakið í finnska kerfinu. Starfsfólk Slush eru allt námsmenn, helst mest frá Aalto University og þar eru allir sjálfboðaliðar og þeir sem eru reka síðan Slush til 2 ára eru oft nýútskrifaðir háskólanemar. Þessir háskólanemar seinna meir fara og stofna sprotafélag eins og Mika Kuusi sem stofnaði Volt, eitt stærsta sprotafyrirtæki Finna á þessum áratug. Hann var áður CEO Slush, nýkominn háskóla. Þetta var hans svona brautargengi. Og hér mæta sprotarnir fjármagni og það ekki eingöngu finnskir fjárfestar, heldur koma fjárfestar alls staðar að úr heiminum til þess að hitta fyrir í þessu stefnumóta torgi sem Slush sprotafyrirtæki eða tæknifyrirtæki sem eru komið lengur og að deila visku sinni. Og aftur þarna verður vika í Helsinki þar sem öll borgin undirleg. Þetta ekki bara leikvangur einhvers staðar í útjaðar í Helsinki, heldur öll borgin bara setin. Öll fundir að gerast í öllum hótelum og þetta bara alveg ótrúleg vika fyrir kannski sumir að hafa komið ánga. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt koncept aftur sem ég held að við erum með alla undirstöðu hér í Reykjavík til að byggja upp eitthvað svipa hér. Meira að segja árið 2016 þá tók ég þátt í ásamt nokkrum öðrum að gera svona spin-off af Slush, það hét Slush Play, það var gert með Icelandic Startups, gamla bíói og heppnaðist bara þokkalega. Ég held að við getum hugleitt að jafnvel byggja einhverja loftbrú við þessi samtök og koma af stað íslensk útgáfa af þessari ráðstefnu. Nú að lokum aðeins hvernig Finnar laða til sín erlenda sérfræðinga því það ekki nóg að byggja bara húsnæði og þróa atvinnusvæði heldur þar starfsfólk að koma. Í mínu tilfelli þá þurfti ég að fara út fyrir landsteinana til að leita að fólki til þess að byggja upp mitt fyrirtæki. Það var bara ekki nóg margir á Íslandi en til lengri tíma auðvitað þurfa að laða til okkar erlenda sérfræðinga. Finnar að fara aftur svolítið skemmtilega svona kreatífa leiðir. Þeir settu upp prógram sem hét 90 daga Finni á síðasta ári. 5.000 manns sóttu þetta prógram. Það fólst í því að þeir var boðið upp á húsnæði á vegum borgarinnar, leikskóla eða skóla fyrir börnin, náttúrulega á ensku, ekki finnsku, þannig að það alþjóðlegir skólar. Og þetta var til þess að laða erlenda sérfræðinga og fólk úr sprotageiranum til þess að kynnast Finnlandi. Náttúrulega Helsingiborg gat ekki lofa fólki atvinnuleyfi, það finnska ríkið sem sér það, en þeir gátu allan að búið til 90 daga prógram. Og þetta Aðalsteinn Rúnar Óttarsson, hann var áður hjá CCP, hann var fyrsti 90 daga Finnin, fór frá Los Angeles til Helsinki á síðasta ári með eiginkonu og 4 ára dóttur. Hún komst beint í leikskóla, hann fór að byggja sitt tengslanett og núna gríðarlega aktífur fjárfestir fyrir sjóðinn Makers Fund og fjárfestir í finnskum félögum. Svo aftur, hvað gætu við gert til að búa til svona skapandi markaðssetningu og herferð til að laða erlenda sérfræðinga til Reykjavíkur. Og á þessum nótum ætla ég að segja takk fyrir mig. Takk fyrir það, spennandi. Að því þú ert að bera saman einmitt Helsinki og Reykjavík, eða svona Finnland og Ísland. Ef þú ættir að nefna bara einn hlut, hvað væri svona mikilvægast og stærsta sem að Reykjavík gæti gert af þessum góðu hugmyndum sem þú nefnir? Ég held að við séum með alla þætti og eiginleika hér í Reykjavík til þess að raunveru að fylgja svolítið bara þessar slóð sem Helsinki hefur fetað. Við höfum gert mikið af þessu en kannski þessi samþætting sem þeir gera í Helsinki svo mögnuð að því leyti að háskólasamfélagið elur af sér námsmenn sem að búa til stærstu ráðstefnu Evrópu sem fara svo áfram að stofna sprotafyrirtæki sem síðan tekin í fangið af Startup Campus sem sér til þess að þeir fara frá einu skrifborði upp í 30 manna aðstöðu áður en þeir þurfa að mæta á útleigumarkaði einkageirans sem náttúrulega töluvert dýrari. Þannig að það eitthvað sem ég held að við mættum huglega þessi hringrás af sköpun sem að Finnar hafa hannað svo skemmtilega. Já, glæsilegt. Þorsteinn Högni, takk kærlega og við erum spennt að heyra síðan af leiknum. Já, kemur að því. Þú bara lætur okkur vita. Ég læti ykkur vita. Takk kærlega. Næstu ráðstefnu. Takk kærlega fyrir það. Já, klöppum fyrir honum. Glæsilegt.
Já, gott fólk, næst ætlum við erum búin að heyra hér af alls konar ólíkum verkefnum og geirum, næst ætlum við að bregða okkur hér undir Esjurætur. Við ætlum að kynnast aðeins nýju athafnasvæði þar, sem sagt Esjumelónum. Hluti af atvinnustefnu Reykjavíkur hefur verið að byggja upp atvinnustarfsemi í jaðri borgarinnar fyrir plássmikla starfsemi. Ég einmitt stödd á einu slíku núna. Þetta svæði hér heitir Esjumelar með þetta glæsilega útsýni yfir Esjurætur hérna á bakvið mig. Og hér kennir sannarlega ýmissa grasa. Ég ætla aðeins að kynna mér svæðið. Malbikstöðin hér á Esjumelum, þar erum við að framleiða malbik og taka á móti malbiksbrotum til endurvinnslu á malbiki. Komum hérna 2020 og keyptum þá nýja stöð sem er sennilega umhverfisvænasta malbiksstöð sem hefur verið keypt til Íslands. Getur keypt á metangasi sem við fáum frá Sorpu sem er hérna nágranni okkar. Hérna tökum við á móti malbiksbrotum og vinnum þau, flokkum þau niður, tökum sýni af hrúgunum og til þess að fá inn að bestu blöndu þá það rannsakað áður en það er keypt svo í gegnum stöðuna. Kostirnir fyrir okkur hér að vera á Esjumelum eru að við erum rétt fyrir utan borgina en erum samt ekki onni í íbúðabyggð. Það stutt í námurnar sem við fáum steinefni úr inn í Hvalfirði og það stutt í uppskipunarhöfn fyrir þau steinefni sem við flytjum inn frá Noregi. Hér líka mikil uppbygging á endurvinnslu fyrirtækjum. Íslenska gámafélagið hérna bara bak við okkur sem að taka á móti alls kyns endurvinnslu efnum. Bara í öðru kaliberi en við. Við hjá Íslenska gámafélaginu við sinnum alhliða umhverfisþjónustu fyrir sveitarfélög og fyrirtæki og við erum með almenna sorphirðu, við sinnum sorphirðu og hirðum allar tegundir af hráefnum sem við viljum kalla, sumir kalla þetta sorp, við viljum kalla þetta hráefni. Og við sjáum götusópun, við sjáum hálkueyðingu, við leyfum út salerni og ýmislegt annað. Allt sem lítur að umhverfismálum sem fyrir fyrirtæki og sveitarfélög. Við síðan komum með hráefnin hingað inn og flokkum þau betur og reynum að koma sem mestu í endurvinnslu farvegi í staðinn þess að senda þetta til förgunar. Kosturinn við að vera hérna upp frá einmitt við höfum mikið pláss. Þetta ekki starfsemi sem vinsæl inn í nálægt íbúðabyggð, þannig við erum fjarri íbúðabyggð líka, þannig að það einnig kostur. Við munum klárlega fara út í meiri flokkun á hráefnum og munum byggja svæðið upp með það í huga. Meira vélrænt og með meiri afköstum. Það má kannski nefna það líka, við erum í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur á lóðinni við hliðina á okkur, þar sem starfsmenn okkar planta út trjám og við erum að reyna að rækta upp það sem við kallum endurvinnslu skóg. Við sjáum fyrir okkur í framtíðinu að þetta verði svona skemmtilegt útivistarsvæði fyrir almenning, þar sem við getum komið inn í þennan skóg og fræðst endurvinnslu og flokkun. Já, svolítið áhugavert að hann hjá Íslenska gámafélaginu, hann Birgir, hann talar einmitt sorp sem hráefni og mér segir svo hugur að við munum heyra örlítið meira þessa pælingu hér á eftir frá öðrum fyrirlesara. En gott fólk, við höldum bara áfram. Næst ætlum við að fá hér upp á svið Þröst Söring. Hann framkvæmdastjóri þróunar og framkvæmda hjá Framkvæmdasýslunni. Það nóg að framkvæmdum í titlinum og lífi þínu, en þú átt sviðið og bara gjörðu svo vel. Takk fyrir.
Sæl öll, lítið Þröstur, eins og Björg sagði, og ég held ekki með fram, ég meira í FH. Það liggur við, ég ætla að hugsa það hérna á það, liggur við að verði pínlítið feimin að vera svona inn í þessum stóra glæsilega sal með fullt af fólki, hafandi hort bara framan í fólk á tölvumskjóm undanfarna mánuði, en frábært að vera hérna. Ég hugsaði líka að Dagur var með sína kynningu og fraust talvan og segja að þetta þarna, þú ert á mute momentið á þess svona raunheimum. Dagur nefndi flest af þeim verkefnum sem ég ætla að segja ykkur hérna aðeins frá áðan í sinni kynningu, en þau eru reyndar það spennandi og það góð og það allt í lagi að þessi fjallaðum með tvisvar á einum formidegi. Og ég ætla líka kannski að fara aðeins meira niður á dýptin og segja ykkur á kostnaðartölur og svoleiðis í tengslum með þessi verkefni. Og svo eru þetta einhver verkefni hjá okkur sem eru þannig að þeir eru í pípunum, ekki komin í framkvæmd. Bara hluti af þessum verkefnum sem ég ætla að nefna núna eru komin í framkvæmd. Og ég ætla líka aðeins að segja ykkur frá framkvæmdasýslunni í ríkiseignum eða FSRE eins og við köllum okkur núna, sem var stofnun sem var til í raun og veru núna rétt fyrir áramótin síðustu, við sameiningu tveggja stofnana sem voru framkvæmdasýslan og ríkiseignir. Okkar hlutverk er að viðhalda og þjónusta eignir ríkisins, fasteignasafn ríkisins, búa þar til aðstöðu fyrir starfsemi og fyrir starfsfólk, þannig að það styðji sem best við þá starfsemi sem að þar er inni og eins að byggja þá nýja byggingar þar sem að þess þarf til þess að þjónusta íbúa landsins. Og svo erum við líka í því að byggja ofanflóðavarnargarða, við veitum ráðgjöf varðandi uppbygging á friðlýstum svæðum og þess háttar og í þjóðgörðum. En það er ekki endilega verkefni sem eru okkar forræði en við aðstofum við og jafnvel verkefnastýrum ef og svo ber undir. Við erum á fleygiferð inn í græna framtíð eins og sveitarfélög eru líka að gera og við höfum mikinn metnað fyrir því að reisa umhverfisvænar byggingar hjá framkvæmdasýslunni og hjá ríkinu almennt. Við höfum þegar fengið umhverfisvottun á 6 byggingar sem við höfum reist núna á síðustu árum og höfum hafið þá vegferð að fá umhverfisvottun á 21 byggingu sem við erum með annarkvort í undirbúningi eða í framkvæmd. Þessar vottanir sem við höfum fengið, þessar 6 byggingar eru BREEAM-vottanir, en við erum núna að fara á stað með verkefni í Hveragerði þar sem við ætlum að fá svansvottun á þá byggingu og það er verkefni sem er upp á milljarð, þannig að það er þokkalega stórt verkefni. Þar að auki erum við að þróa okkar eigin viðmið sem að við viljum þá nota þegar við erum í endurbótaverkefnum og viðhaldsverkefnum sem eru minni verkefni, þar sem að tilbúnar lausnir kannski dugi ekki til, en við viljum samt að lausnirnar sem eru valdar við endurbæturnar eða við viðhaldið séu umhverfisvænar. Og það er mikill vilji líka hjá okkar byrgjum og hjá verkkaupum að vera með okkur í þessari vegferð. Verkefni sem ég ætla að segja ykkur aðeins frá eru þessi hér og þau koma svona svolítið í belg og bið, þau eru mislangt komin, sum eru eiginlega á hugmyndastigi, önnur eru að verða búin. Það er ekki með svona system í galskapet eins og Dagur, heldur er þetta bara svona í belg og bið. Þetta er það verkefni þetta er svo bygging sem er næst okkur, bara hérna handan við götuna. Geysilega skemmtilegt verkefni, bygging upp á 6.300 fermetra og í heildarkostnað upp á 5.200 milljónir. Þetta er langt komið, uppsteypunni er náttúrulega lokið og hafin vinna við klæðningu. Þarna verður klæðningin svolítið þetta sjópísa á þessari byggingu, þar sem við erum að nota 5 mismunandi steintegundir í klæðninguna og ég ætla að hvetja ykkur til þess líka að þið fáið tækifæri til þess einhvern tíma þegar hún er fullir risin þessi bygging, fara að skoða hana bæða utan og innan. Þetta er magnaður arkitektúr sem að þarna er, en þrátt fyrir það þá vil ég segja að kostnaðurinn per fermeter er alls ekki óhóflegur miðað við það sem að við getum vænsta byggingu af þessari gerð og sem er ætlað þetta hlutverk. Stjórnarráðsreiturinn er auðvitað í endurskoðun að einhverju leyti en þó er þetta verkefni að hefjast sem er viðbygging við stjórnarráðið og að hefjast að er raun og veru hafið með fornleifagreftinum. Ég veit að það komu mjög
spennandi niðurstöður úr þessum fornleifagreftri og ég veit að það verður fræðifólk sem mun kynna það einhvern tímann síðar, en ég veit að það margt sem tengist bara byggingu og sögu sem kom þar í ljós og kom mörgum á óvart. En fornleifagreftrinum þarna rokið. Við erum í samningagerð við hönnuð og ég á von á því að þeim samningum ljúki bara jafnvel í dag eða fljótlega eftir helgina og að hönnun hefjist þá strax núna á næstu vikum á þessari byggingu sem verður fyrir stjórnarráðið og eins breytingar á gamla húsinu að innan sem eru löngu tímabærar sem eru þá bæði endurbætur og viðhaldan. Þetta verður þá hluti af einni framkvæmd og þetta verkefni upp á tæplega 2 milljarða króna áætlum við. Hús viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu, gríðarlega spennandi verkefni, tekur langan tíma. Ég veit ekkert verkefni sem ég að vinna í held í núna í dag eða við þar sem hagsmunir aðilarnir eins margir eins og í þessu verkefni. Þetta margir sem eiga að fara þarna inn en svo eru þetta ríki og sveitarfélög, mörg ráðuneyti sem einhver aðkomi hafa að þessu. Ríki og sveitarfélög segir sveitarfélag auðvitað Reykjavíkurborg en svo sveitarfélög vegna þess að þarna eru starfsemi sem ekki þjónustar bara Reykjavíkurborg heldur sveitarfélögin öll og landið allt vegna þess að þarna verður landhelgisgæslan líka og almannavarnir og fleiri sem verður þarna inni. Stærð húsnæðisins þarna áætlega 26.000 fermetrar. Þess að setja það í samhengi þá held ég að Smáralindin sé 60.000 fermetrar. Þannig að þetta stórt að umfangi og þetta mun væntanlega rísa á lóð eins og Dagur nefndi áðan við Klepp sem ég segi alltaf sé námynda við Holtagarða og pabbi segir að sé rétt hjá Miklagarði. Ég veit svona grófa kostnaðar áætlunartölu þarna en það kannski alveg óábyrgt að nefna hana hér. Svo Hús íslenskra fræða, aftur gríðarlega skemmtilegt verkefni sem erum búin að vera að vinna í nokkur ár og langt komið. Aftur eins og með Alþingi, þetta eru eins og allar þessar fasteignir og allar þessar eignir, þetta eru ríkiseignir og opnar almenningi og þarna flytur til dæmis stofnun Árna Magnússonar inn og þarna verður aðstæða fyrir forverði að vinna og fræðimenn og þarna verða handritin okkar geymt og þarna verður kennslu og aðstæða og fleira. Frábær arkitektúr í þessu húsi, bara persónuleg skoðun eins og alltaf með arkitektúr, það persónuleg skoðun þar. En að því ég er byggingatæknifræðingur þá eru líka margar mjög krefjandi byggingatæknilegar lausnir í þessu húsi og þetta svona eitt af þessum verkefnum sem ég myndi segja allt byggingafólk vill hafa einhver aðkomi að minnst að kosti einu sinni á sínum starfsferli. Því þá ég bæði að tala hönnuði og verktaka og við höfum reyndar verið með mjög góðan stýriverktaka sem hefur náð frábærum árangri í þessu verki og hefur verið mjög gaman að vera þáttakandi og þessu líkur væntanlega eins og ég segi í lok þessa árs og þessir notendur sem að flytja þarna inn munu gera það á næsta ári. Menntaskólinn í Reykjavík, aðeins minna verkefni, það hefur svona aðeins, ég segi ekki ítti á undan okkur, en það er svona ýmis atriði sem það þurft að klára áður við gátum farið á stað með það, þannig að við höfum svona verið sagt frá því nokkru sinnum að við séum að fara að byrja, en svo höfum við ekki byrjað. Núna erum við að fara að byrja. Það er ákveðin samningsatriði sem þurft að ganga frá milli ríkis og borgar þessu verkefni. Ég held að það sjá nú fyrir endan á því öllu saman og hönnun ætti að geta hafist núna í haust, en þarna erum við að tala það að fara í uppbyggingu á nýju húsnæði fyrir Menntaskólann í Reykjavík og endurbyggingu á Casa Christi og ég efast ekki það að margir hér inni viti miklu meira þennan skóla heldur en ég og hvaða byggingar þetta eru sem ég er að fjalla en þarna áætlaður heildarkostnaður upp á 2.400 milljónir og við vonumst til þess að þarna verði verklok 2026 og þarna hluti af starfsemi með Menntaskóla Reykjavík líka komin í leiguhúsnæði sem við aðstoðum við að finna og við viljum heldur ekki vera að borga leigu og óþörfu þegar við erum með þetta húsnæði staltrónum, þannig að því fyrr sem að þetta kemst í gagni því betra. Og svo annar framhaldsskóli sem er Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, þar á að byggja upp verknámsaðstöðu fyrir rafmagns- og húsasmíðadeild skólans. Þessar aðstöður eru auðvitað þarna í dag en þarna sem betur fer þá er þeim að fjölga sem að sækja í iðnnám og frábært að geta boðið þeim upp á betri aðstöðu.
Við reyndar, svo ég nefni það nú að því að við sem erum í þessum byggingabransa sem voruð konast, við veltum fyrir okkur hvort að fyrir ekki líka fjölga nemum í tækninámi á háskólastiginu. Það sé ekki vanþörf á því að útskrifa fleiri nemendur þar, en það bara svona, nefnum það í framhjálöfi. En þarna áætlaður heildarkostnaður upp á 1200 milljónir króna. Þetta miklu einfaldari bygging heldur en það sem er fyrir MR, því þetta verður þá stálgrindarhús, þar sem að í raun og veru þörfin fyrir mikið rými og það byggist ekkert, og meðan MR eru fleiri þrengri rými og jafnvel byggist upp á hæðum og byggt upp við erfiðar aðstæður. Þetta er þægilegt og vítt til verksvæði verður svona þægilegt til satarna sjá. Síðan er hérna Mosavegur, hjúkrunarheimili upp í Grafarvogi, risastórt verkefni, þar sem að við erum á stigi áætlanagerðar. Deiliskipulagsvinna er líka í gangi fyrir þetta. Þetta er hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa. Risastórt verkefni þannig séð með áætlaðan heildarkostnað upp á 7.700 milljónir. Og svo er nýlega búið að undirrita viljayfirlýsingu Reykjavíkurborgar og heilbrigðisráðuneytisins mögulega uppbyggingu hjúkrunarheimilis í Ártúnshöfða og það mun þá hýsa 200 íbúa. Það er líka samt bara á stigi forathugunar og þannig að það er svona talsvert í land. Húsnæði skattsins, það er verkefnið það sem okkar aðkoma í raun og veru að annast útboðsgerð, gerð samning og eftirfylgni þeirra. Það er einkaaðili sem byggir þetta hús og ríkið leigir það síðan til langs tíma, sem er módel sem ég held að við munum sjá mögulega meira af, en auðvitað þekkt, gengur mjög vel. Þetta er bara rétt fyrir utan þar sem ég vinn og geng þarna fram hjá hverjum degi og uppsteypan þarna gengur vel og ég vona svo sannlega að menn nái að klára að flytja hérna inn í desember eins og hefur verið lofað. En verður glæsileg bygging og gaman að fylgjast með uppbyggingu þessa reits í raun og veru í heildina. Og svo að endingu þá er það þessi verkefni hérna sem er bygging í raun og veru skemmu, stækkun og dreifingamiðstöð ÁTVR við Stuðlaháls, þar sem að í raun og veru verkkaupin er ÁTVR og við erum aðstoða þá við uppbyggingu þess eins og við gerum Stjarnan þegar við erum ekki að vinna beint fyrir ráðuneyti heldur fyrir stofnanir sem að jafnvel fjármagna verkefni sín sjálf. Þannig að já, þetta var síðasta verkefni. Ég ætla aðeins, bara svona, það er náttúrulega svolítið á tölum í þessu hjá okkur og í einhverjum verkefnum þá setja ég enga tölur, en það er þannig að þetta eru áætlanir og þetta er gróft og ég vil svo sem ekki alveg bera ábyrgð á því eftir 3 ár að þurfa að standa fyrir því að segja já, þú sagðir að þetta myndi kosta svona mikið. En ég sló á það bara í ganni fyrir sjálfa mig hvað ég myndi á ef væri svona settur upp í vegg og segðu okkur hvað þetta kostar allt sem þið ætlaði að fara að byggja hérna innan borgarmarkana og er á vísu spannar til 2027 og þá myndi ég halda að þessi verkefni sem ég kynnti hérna séu svona eitthvað staðar í kringum 60 milljarða króna. Það var það. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir það, Þröstur. Ég ætla að spyrja það meira út í tölunar. Já. Nei, ég ætla ekki að gera það. Þú mátt ekkert segja. En þetta er auðvitað stór og bara svona þjóðhagslega mikilvæg verkefni. Þið hljótið að vera í miklum samskiptum við skipulags- og byggingayfirvöld. Hvernig ganga þau samskipti? Þetta er örugglega dálítið flókið. Já, getur verið það. Sko, við erum í miklum samskiptum við skipulags- og byggingayfirvöld all land og það vill bara þannig til að vegna þess að þessi húsnæði og þessar byggingar sem við erum að reisa, þau hýsa alltaf einhverja samfélagslega mikilvæga þjónustu sem að nýtist íbúanum á hverju einu svæði, að þá nótum við yfirleitt mikillar velvildar og finnum fyrir miklum samstarfsvilja í öllum sveitarfélögunum, hvað sem við komum með afstæða með einhverju verkefni. Auðvitað hafa menn einhverja meiningar í svona hérna á þessa áttina, en það er sjálfur sér bara eðlilegt. Það er líka þannig að fólk sem að vinnur í þessum stofnunum, þessum nefndum, það er með eitthvað svona svipaða menntun eins og við sem erum í þessum byggingunum, þannig að við tölum sama lingóið, þannig að við náum yfirleitt saman. Hvað var það svona Reykjavíkurborg sérstaklega, þá kannski bara svona gaman að nefna að því að þeir eru nálægt okkur
bara fysiskt og við þekkjum marga sem að þar innanbúðar og samskiptin og samvinna með þeim framúrskarandi góð og það ekki bara í tengslum með þessi verkefni sem hér heldur erum við oft í samtölum við skipulagsyfirvöld og byggingaryfirvöld í Reykjavík önnur verkefni sem meðal annars snerta útboðs- og samningsskilmála og þess háttar og þá jafnvel fleiri sem við það að borða eins og samtök iðnaðarins og aðrir. Þannig að það hefur verið bara mjög jákvætt, mjög skemmtilegt. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir það. Takk. Þú stóðst þig vel svona fyrir framan fólk, aftur. Jæja, gott fólk, þá ætlum við að fara hér í svona 3 snörp erindi mjög spennandi verkefni eða reiti og ég ætla að fá hér fyrsta á svið þar hún Bjargey Björgvinsdóttir, arkitekt. Hún ætla sérstaklega að fjalla heilbrigðisvísindagarða sem hafa nú aðeins verið nefndir hér í dag, en ég ætla að gefa þér sviðið. Gjör svo vel. Takk fyrir kærlega. Komið sæl, gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég verkefnastjóri hjá NLSH sem að stýrir uppbyggingu á Landspítalareit við Hringbrautina. Nú í fyrsta áfanga þessar uppbyggingar sjúkrahóteli sem var tekið í notkun 2019, meðferðarkjarninn sem verið að steypa upp eins og Dagur sýndi í sinni kynningu. Rannsóknarhúsið, þetta rannsóknarhús Landspítalans, það verið að grafa fyrir því núna. Bílastæða- og tæknihús sem í hönnun eins og Bílakjallar og Sóleyjartorg einnig í hönnun en Sóleyjartorg aðal aðkomutorg Landspítalans og frá því aðal inngangur meðferðarkjarna og bráðamóttöku. Þarna líka borgarlínustöð í götunni og hinum megin við götuna svo heilbrigðisvísindagarðar Háskóla Íslands og aðal inngangurinn þeim megin. Nú heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands gegnir lykilhlutverki í heilbrigðiskerfinu okkar með því að mennta heilbrigðisstarfsfólk. Þar starfa margir af okkar fremstu sérfræðingum í heilbrigðisvísindum við kennslu og rannsóknir og margir þeirra starfa einnig á Landspítala. Nú nemendur í kringum 3000, starfsmenn í kringum 350, auk 1000 stundakennara sem að koma að kennslu á sviðinu. Þannig að þetta gríðarlega stór vinnustaður og fjölbreyttur. Og í dag hann dreifður á 9 staði borgina. Með byggingu heilbrigðisvísindagarða þá mun starfsemi heilbrigðisvísindasviðs sameinast nær öll á einn stað. Sálfræðideildin verður áfram í Nýjagarði á háskólasvæðinu. En þetta nýja húsnæði verður sérhannað fyrir þarfir sviðsins og öll kennslu og rannsóknaraðstaða verður bætt og færð í nútímalegt horf. Einnig verður stuðlað að samnýtingu og sveigjanleika. Því að eins og við vitum þá erum við að byggja byggingar til áratuga og þær þurfa að geta tekið við breyttri starfsemi og nýrri tækni. Heilbrigðisvísindagarðarnir munu rísa í 2 áföngum. Við byrjum á því að byggja nýbyggingu og áætlað að henni ljúki mitt ár 2025. En þegar hún tilbúin, þá verður öll starfsemi flutt úr Læknagarði, hluta til yfir í nýbyggingu, hugsanlega þarf að færa eitthvað í bráðabirgðahúsnæði tímabundið, en Læknagarður verður algjörlega strípaður niður í burðarvirki og skel og endurgerður að öllu leyti. Það áætlað þessu ljúki árið 2027. En heilbrigðisvísindasviðið tilheyrir líka Eirberg og þar hefur starfsemi sviðsins verið áratuga skeið og verður áfram. Verður nýtt undir kennslu, færnibúðir og nemendaaðstöðu, svo eitthvað sé nefnt. En það hús var nýlega tekið í gegn, þannig að því verður lítið breytt, þó þurfi eitthvað aðlaga að nýju skipulagi. Síðastinn þriðjudag, þessari viku, var skrifað undir samning við hönnuðahóp fullnaðarhönnun á heilbrigðisvísindagörðum, þessu nýja húsi. Þetta var útboð, lokað útboð í 2 þrepum, þar sem að skila var inn bæði tillögum og verðtilboði. Og hlutiskarpastir var ráðgjafahópur undir forystu Verkís.
En hópinn skipa TBL arkitektar og það eru arkitektastofunar Tark, Battery og Landslag, JCA Architecture, bresk arkitektastofa og Verkís verkfræðistofa. Þetta nýja hús eru 17.200 fermetrar samtals. Þar af eru 8.900 fermetrar gamli lækningarður og 8.300 fermetra nýbygging sem verður byggð við. Og lækningarður ákveðnum takmörkunum háður til þess að taka við nútíma rannsóknarstarfsemi, lofthæð og lítil. Það líka ekki hægt að koma fyrir stórum fyrirlestrarsölum með hallandi gólfi, þannig að óhjákvæmilega önnur salarhæð í nýbyggingunni og þar af leiðandi plana ekki hæðirnar milli byggingana eins og sjá má á sniðinu þarna. Og starfseminni verður auðvitað raðað þannig að sem hæfir hvorum húskroppi fyrir sig. Tillögunni sem vann útboðið, að þar er vel hugsað alla tengingar, bæði innanhús og við umhverfið. Húskroppar nýbyggingarinnar mynda svona þríhyrningslaga alrými í miðjunni og þetta alrými tengir saman mismunandi starfsemi hússins, bæði fysiskt og líka sjóntengingar, til dæmis frá kennslurýmum og matsal á jarðhæðinni við rannsóknarstarfsemina sem í öðrum húskroppnum og vinnurými starfsmanna sem í hinum. Svo eru brýr á milli til að tengja þetta enn betur. Það eru inngangur úr öllum áttum inn í húsið, aðalinngangurinn frá Sóleyjartorginu og svo má nefna líka tengingu við Suðurgarðinn sem þarna í kverkinni á húsinu og tengir matsalinn við garðinn. En einnig eru tengigangar neðanjarðar á öllu hringbrautasvæðinu. Allar byggingar Landspítalans eru tengdar með tengigöngum og sumar með tengibrúm og það á einnig við þessa byggingu. Hún tengd bæði rannsóknarhús og meðferðarkjarna tengiganga og þetta gríðarlega mikilvægt fyrir þetta flæði bæði starfsmanna og nemenda milli háskólans og Landspítala. Því að þarna bæði nemendur og starfsmenn starfa á báðum stöðum. Já, þá ætla ég bara að segja ykkur að heilbrigðisvísindagarðarnir, þetta mikilvægur hlekkur í uppbyggingu Landspítala á Hringbrautarreit og hérna eru fleiri myndir úr þessari vinningstillögu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir það, Bjargey, bara glæsilegt og við hlökkum til að fylgjast áfram með. Ég að hugsa að vinda mig bara í næsta erindi og þakka þér kærlega fyrir. Við ætlum að færa okkur örlítið set í borginni og fá næst að heyra af Græna kassanum sem nýtt og spennandi verkefni við Sæbrautina í gömlu kassagerðinni sem mörg ekki að þekkja. Það hann Gunnar Dofri Ólafsson, samskipta- og þróunarstjóri Sorpu sem ætlar að segja okkur frá þessu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, takk hérlega fyrir. Gunnar Dofri heiti ég, samskipta- og þróunarstjóri hjá Sorpu og það skemmtilegt að segja frá því að Sorpa hefur verið í mjög miklu umbreytingaferli, svona kannski síðustu 2 árin. Við erum að fara úr því að vera bara opinbert byggðarsamlag sem fyrst og fremst að reka urðunarstað þar sem úrgangi tróðið ofan í holu og þar mokað yfir hann, yfir í það að vera meira í því að skapa verðmæti einmitt úr þessum úrgangi sem fellur alveg svakalega nógu mikið til af hérna á höfuðborgarsvæðinu. Því hafið við örugglega heyrt í mér predika yfir ykkur í útvarpinu að við þurfum að hirða 600 tonn af rusli frá okkur á hverjum einasta degi og það bara miklu meira heldur en við nokkuð tíma kærum okkur Þannig að við höfum ekki bara það mandat að koma þessu öllu saman fyrir Kattarnef, heldur þurfum við líka að finna þessu einhvern betri farveg. Hvað getum við gert annað heldur en við höfum gert við þetta í þessi 100 ár sem úrgangur hefur verið konsept. Það er nefnilega áhugavert að pæla í því rusl á Íslandi var ekki til fyrir 100 árum. Það var allt nýtt í spað, ömmur ykkar og afar hentu engu, þau notuðu allt út í hið óendanlega. Og þó svo við ætlum ekki að fara á sama stað í lífskeiðum og amma og afi voru á, þá viljum við ná þeim stað með efnin okkar. Við viljum koma þeim aftur inn í hringrásina. Og þar kemur þetta konsept inn.
græni kassin og kassagerðin. Þetta svona vinnuheiti, patent pending og allt það. Við erum ekki búin að landa því nákvæmlega hvernig þetta mun verða. En forsagan að þessu verkefni svo að góði hirðirinn, sem svona undirdeild hjá Sorpu, það næst besta sem við getum gert við ruslið okkar. Það besta sem við getum gert að það verður ekki til. Ef við kaupum ekkert þá þurfum við ekki að henda því, þannig að já, vel gert. En það næst besta sem við getum gert að láta einhvern annan hafa það sem við erum búin að nota til að nota það áfram. Og það góði hirðirinn. Góði hirðirinn stofnaður snemma í 9. og var svona rekinn á einhverjum tímapunkti með sjálfboðaliðum og svoleiðis, gekk alltaf brösulega, þangað til að Sorpa tók þetta bara í fangið og hélt utanum. Það hefur orðið rosalegur vöxtur þarna síðan 2008, bara eftir svona áherslu og mannabreitingar innan góða hirðisins. Nú erum við eins og komin á þann stað að við erum komin upp í rjáfur í plássi og möguleikum á að selja hluti. Þannig að við þurfum að stækka og góði hirðirinn að flytja úr Fellsmúla yfir í kassagerðina við Köllunarklettsveg 1 í tvöfalt stærra húsnæði sem verður einhverjir 3000 fermetrar og samhliða því mun Sorpa fara inn í þetta hús sem að þið þekkið að sjálfsög ekki, að því það lítur ekki svona út í dag. Þetta húsið eins og átti að byggja það þegar það var byggt í upphafi. Það sjá, hvað þessar hæðir hérna 4 en svo bara 2 hérna. Þetta svona konceptmynd, það ekki endanlega búið að ganga frá þessu. En hugmyndin að þarna verði 4 hæða skrifstofuhús og svo allt gamla verksmiðjuhúsnæðið verði lagt undir græna starfsemi. Þetta 12.000 fermetrar og þess vegna græni kassinn. Þetta alltaf 12.000 fermetrar af gólfplási og það var svona konsept sem við höfum gengið svolítið með í maganum að koma á fót einhvers konar grænni hringrásar miðstöð í kringum þessa starfsemi. Þannig að þegar þú komið með 3000 plus 500 fermetra af húsnæði þá ertu orðin svolítið player á markaðinum þannig að þú getur það komið svolítið þungamiðja í kringum það. Og við fundum með skemmtilegum hætti hugrakkan húseiganda og fjárfesti sem tilbúinn að fara í þessa vegferð með okkur. Þannig að ég beði ykkur afsaka, ég að stíga upp úr flensu, þannig að það ekki bara tölvur sem bila hérna, þetta líka röddin. En konseptið var sem sagt að setja góða hirðinn og skrifstofu Sorpu inn í þetta húsnæði. Á móti þá ætlar húseigandi að setja það sem eftir af húsinu, meira og minna, undir græna starfsemi. Þannig að þarna verður svona andlit hringrásar hagkerfisins á Íslandi og það sem sjávarklassinn fyrir sjávarútveginn, það verður græni kassin fyrir græna-geirann. Og það svo gaman þegar maður heyrir að maður hefur rétt fyrir sér, að því við erum búin að halda það og upplifa það að það sé þörf fyrir svona aðstöðu miklu meiri heldur en framboðið og við vorum varla byrjuð að tala þetta þegar við höfðum ekki undan að svara fyrirspurnum möguleika á að koma þarna inn eða hér kom maður til að bjarga mér, takk fyrir. Þannig að, já, skánar ekki mikið, að fyrirtæki vilja koma þarna inn. Þannig að við sjáum að þessir 12.000 fermetrar verða örugglega mjög fljótir að fyllast og þetta smellpassar inn í hugmyndir Reykjavíkurborgar græna planið og alveg svona dásamlegur, þetta svona dásamlegur samvirkni opinberra aðila og einkaaðila. Þar sem að hið opinberra kemur og skapar svona einhvers konar þungamiðju og einkaaðilar búa til aðstöðu fyrir aðra einkaaðila til þess að vaxa og dafna. Og við bindum gríðarlega mikla vonir við að þarna verði mjög fjölbreytt og skemmtileg starfsemi sem að gert ráð fyrir að hefjist 1. janúar. Það svona björtustu vonir og það ekki nema held ég 9 mánuðir í það. Bara svona örstutt svo þið viti hvar við erum. Ég svona gamall kall sem talar Jóðallhúsið og Héðinshúsið og gamla Gaukin og svoleiðis. Þannig að kassagerðin sem sagt þarna, þetta á móti KFC við Sæbraut. Það verða allir að játa við það að vita hvar það því komist ekkert upp með hana. Og þannig að þetta mjög miðsvæðis og þetta á mjög góðum stað í borginni, tengist mjög vel höfninni sem að fyrirtæki sem að hafa leitað til okkar eru mjög hrifin af. Og húsið alveg skelfilega ljótt í dag, og hérna, ég þarf að komast í samband við mannin sem að byrja að flytja sten í klæðningu inn til landsins, hann þarf að skammast sín. En það sem sagt,
lagt upp með það að húsi verði svona endurgert í dálítið skemmtilegum evrópskum verksmiðju lestarstöðvarstíl. Og þetta á svæði þar sem stendur til mikil þróun. Ég held að þessi glæra hafi nú ekki verið einn af þessum 287 hjá Degi, en þetta hérna úr Morgunblaðinu og húsið akkurat þarna. Þannig að það er mjög skemmtileg þróunarvinna þarna í gangi. Ég held að þetta gefur svona eins mikla mynd af verkefninu og röddin mín leyfir á þessum tímapunkti, en það verður ótrúlega gaman að búa til þetta andlit hringarásarinnar hérna á Íslandi í þessu gamla húsi og það að vera í gömlu húsi náttúrulega mjög gott, þá þarf ekki að byggja nýtt hús, en það eitthvað svo ljóðrænt við það að fyrirtæki sem að berjast gegn sóun og drasli fari í gamla umbúðagerð. Þarna erum við komin alveg hringinn, að þarna verður kassin fullkominn. Takk fyrir. Takk fyrir það, Gunnar Dofri. Takk. Ég að spája að sleppa þig núna, bæði að þú ert raddlaus, en líka vegna þess að fólki liggur svo mikið á hjarta. Við erum að koma fram yfir á tíma, en þakka þér kærlega fyrir og við hlökkum til að fylgjast áfram með græna kassanum. En næst gott fólk ætlum við að fara aftur í hjarta miðbæjarins og beina sjónum að nýja Landsbankanum sem verður og bara að rísa við Austurbakkann. Og hún ætlar að koma og segja okkur frá því hún Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt. Tökum vel á móti henni, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að segja ykkur frá uppbyggingunni hjá okkur á Austurbakkanum. Verkefni sem við erum mjög stolt af. Og Landsbankinn hann hefur verið mjög lengi í miðbænum. Hann hefur sett svip sinn á miðbæinn og það var þannig þegar bankinn var stofnaður 1886. Þá var hann til húsa það sem Stella í Bankastrætinu. Og þá hét Bankastrætið Bakarabrekka og það þótti tilhlýðilegt á þeim tíma að gefa strætinu þetta nafn Bankastræti. Þannig að Bankastræti Landsbankastræti, upphaflega. Og síðan var byggt og hefur alltaf verið gert af metnaði. Það var byggt 1898, þá flutti bankinn í Austurstræti 11. Síðan í miðbæjarbrýrunum mikla 1915, þá brann húsið og þá var farið í leiguhúsnæði, þá var ýmis áform, meðal annars kom til greina að byggja upp á Arnarhól, en það þótti ólangt frá miðbænum. Þannig að það hugnaðist aðilum ekki á þeim tíma. Síðan voru einhver aðilar sem hugsuðu stórt og vildu fá lán til að byggja í miðbænum, Nathan Olsen, í apótekarahúsinu, og það gekk nú eitthvað erfiðlega með fjárveitingu á þeim tíma og fá lán, en ég held að það verið þannig að Landsbankastjórinn á þeim tíma sá sér leik á borði og samt það að Landsbanki fengi þá bara inn í þessu húsi og þá fékkst lánveiting. Og það var ákveðið að stækka eina hæð og fyrsta hæðin í Landsbank í apótekshúsinu var sérgerð fyrir bankan. Og það stendur neðst í mitt Landsbankinn í þessu. En síðan var ákveðið að byggja aftur upp Austurstræti 11 og byggja við og Landsbankinn flutti 1924 í húsi og veru þarna enn í dag. Ég skrifstofu þarna upp í Risi. Æðislegt hús að vera í. En það ekki að henda okkur nóg vel. Þannig að þá var ákveðið að byggja. Þá erum við í mjög mörgum húsum, aðgangur erfiður, það mjög langt á milli. Við vorum að mæla það í gær í Ganni, það eru tæpið 200 metrar á milli aðila, það sem lengst og við erum með mjög marga innganga og 29 kaffistofur og nú ætlum við að einfalda lífið og hafa styttur á milli hjá okkur. Þannig að við erum að byggja upp á mjög skemmtilegu svæði, 9 svæði í miðborginni. Og þetta nýtt borgarhverfi og þið þekkið það auðvitað, Austurhöfnin og Austurbakkann og það eins og maður vill sjá í nýjum hverfum. Það atvinnulíf og það menning, það íbúðir, það verslun og þjónusta og við erum svona kannski síðasta púslið þarna á svæðinu. Þetta mynd sem var tekin bara núna í byrjun marsmánaðar held ég það verið og það lítur svona út. Og á svæðinu þá verða mjög góð almenningsrými, það verður stutt í almenningssamgöngur, þannig aðgengi verður gott
Við verðum auðvitað með stærsta bílakjallara á landinu líka og við ætlum að vera með fyrsta hjólarampinn í Landsbankahúsinu. Þannig að við gerum upp úr því að tengjast mjög vel þeim rýmum Smeru, göngu og hjólaleiðum og öðru og við viljum gera góða aðstöðu fyrir okkar starfsfólk. Leggjum mikið upp úr því. En þessi rampi verður líka göngurampur og við ætlum að hafa hann líka opinn fyrir almenning svona opnun á tíma. Og síðan þarna ný göngugata og ýmislegt annað í næsta nágrunnu. Og þetta staðurinn þessi þjóðin fagnar, Arnarhóllinn. Þannig að það mjög gaman og verður spennandi fyrir okkur að flytja þarna yfir. Og húsið auðvitað vist kennileiti, en þetta mjög sterkt borgarhús. Þetta borgarhús af því að við erum að taka þátt í mannlífinu í borginni og við erum að byggja upp 5 hæðir við Geirsgötu, þar sem svona sterk, það verður sterk borgarmyndi þar og götumyndi þar. Það göngugata, við erum að búa til líka, við erum með tröppur sem verður opin fyrir almenning, þar verður hægt að fara upp og njóta þess að vera í góða veðrinu. Það oft ansi góður vindstrengur þarna, þannig að svona á fyrri stöðum þá talaði ég oft að þetta væri mjög gott að vera þarna með einhverja tónleika og eitthvað annað og ég held að fari bara vel á því að fá Rammstein eða eitthvað svipað og vera þarna bara í rokinu og finna kraftin. Þannig að það verður fínt að hafa þungarokk þarna, eða dimmu. Það ekki einhver þungarokkshljómsveit. En við ætlum að vera ábyrgandi, við ætlum að vera með matsalinn okkar á fyrstu hæðinni, við ætlum að taka þátt í borgarlífinu og við ætlum að vera ábyrgandi. Við verðum 600 okkar megin í húsinu og það verður þarna þjónusta í kring og við ætlum að vera bara aktífur hluti af borginni. Þannig að þetta þannig að húsið, það gerir mjög mikið í því að taka þátt í borgarmyndinni með því að mynda ný torg, með því að gera líka almenningssvæði og þetta nýja göngugatan, Reykjastræti og með því, og það tækifæri í hönnunni þegar við hönnum svona frá byrjun, þannig að við erum líka að búa til 2 ný torg, Reykjatorgið sem þarna móts við hótelið og síðan við endan þá verður Hörputorgið, þar sem þungarokkstónleikarnir verða. Og síðan eitt í viðbót, við horfum aftur á Reykjastrætið, þá verðum við með reiðifjárafgreiðslu, verðum með hraðbankarými, þannig við erum líka með hluta af fyrstu hæðinni í þjónustu í húsinu. Og við erum núna eins og kom fram meðal annars hjá borgarstjóra, fyrr í dag, að þá erum við í viðræðum núna við ríkið Norðurhúsið sem þetta appelsínugula og vonandi sjáum við ráðuneyti stjórnarnaði fara þar inn á næsta ári. Og þetta mjög húsið þannig að fyrsta hæðin, hún svona sameiginleg, það eru 3 inngangar og síðan skiptist þetta samt mjög skýr svona mörk á milli. Og húsið hannað þannig að það sveigjanlegt, það hægt að tengja það saman og þetta svona harmonísku áhrif ef við þurfum eða ef það þarf að stækka eða minnka. Þannig það auðvelt að breyta skipulagi. Og þetta verður mjög spennandi vinnustaður. Við leggjum mikið upp úr því og við erum að byggja vinnustað framtíðarinnar. Við erum að byggja til framtíðar líka eins og Bjargey sagði og þá þarf sveigjanleiki að vera til staðar. Og við erum að bjóða upp á spennandi umhverfi fyrir okkar starfsfólk. Við vitum það að störfin yfir daginn verkefnin ólík og stundum þarf fólk næði og þá erum við með næðisími, með einbeitingarrými, við erum með góð samvinnurými, við erum með bara svona venjulega vinnustöðar á heimasvæðum og síðan erum við með mjög góð líka samvinnurými af því að nútíma starf það felst mikið í því að felst í samvinnu við aðra. Og síðan erum við líka komið með fjarvinna sem eitt af þessu og síðan erum við núna eftir COVID að hugsa meira hvernig við búum til góða aðstöðu fyrir þessa tímsfundi. Þannig að það kemur dálítið að þegar við förum að velja búnaðinn líka inn í húsið. Og hæðirnar þannig að við erum alltaf með vinnustöðar út við útvegg, við erum með kjarna, við erum með opið miðrými og við erum með 600 starfsmenn en það ekkert langt á milli. Við erum alltaf hluti af einni heild, það þetta opna miðrými, þar erum við með félagsrýmin í kring og kaffitorgin að því við vitum það líka að það mjög mikilvægt að við hittumst, að starfsfólk hitti annað starfsfólk og þannig verða nýjar lausnir oft til. Þannig að við viljum að fólk hittist hjá okkur og við verðum öll hluti af þessari heild. Og staðaverkefnisins þannig að við erum að nú verið að setja steinin utan á, það verið að undirbúa núna Suðurhúsið, lágbyggingin sem við kallum stundum mötuneysbyggingin, steinin komin þar á,
Það var verið að glerja hérna frekar nýlega hérna yfir andirinu og við fórum bara upp í jörðinni í janúar 2020. Þá bara vorum við að fara upp í jörðinni bara með Suðurhúsið, ekki Norðurhúsið. Þannig að þetta hefur bara gengið svona mestu eftir áætlun og við förum að svona sjá verklok í þessu. Og þetta tekið frekar nýlega líka. Þannig að við sjáum fyrir okkur, þetta eru greiðleg tækifæri fyrir okkur að vera á þessu, vera ennþá hluti af miðborginni, vera inn á þessu spennandi svæði og við sáum líka tækifærið með húsið að geta móta þetta frá grunni og við erum að fara og búa til mjög skemmtilegt vinnuumhverfi og við erum að taka þátt í borgarlífinu og þannig að þetta fyrir okkur, við horfum á þetta sem mikið tækifæri. Og erum bara mjög spennt að fara inn á Austurbakkann. Takk fyrir. Glæsilegt, takk fyrir það Halldóra Vífilsdóttir og við mætum að sjálfsögðu öll á Rammstein tónleikana. Þú bara býður okkur. Glæsilegt, þá komið svona að síðasta svæðinu sem við ætlum að fá að heyra í dag og það Kvosinn og nágrenni Kvosarinnar og við ætlum að skoða sérstaklega atvinnuhúsnæði á þessum svæðum, stöðuna og tækifærin. Og það hann Samúel Torfi Pétursson, skipulagsverkfræðingur hjá VFSO sem ætlar að flytja erindið. Gjörðu svo vel, Samúel. Takk fyrir. Takk alveg. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það gaman að koma eftir svona mörgum glæsilegum fyrirlesurum og við erum ennþá í miðborginni svolítið og þessi fyrirlestur mun fjalla uppbyggingu á atvinnuhúsnæði í Kvosinni og nágrenni eða svæði sem við kusum að kalla Kvosinn Plus. Þetta verkefni sem við unnum fyrir tæpu ári síðan og þetta verkefni sem Reykjavíkurborg í samstarfi við fasteignafélögin sem eiga margar stórar fasteignir í miðborginni og kannski sérstaklega í Kvosinni báðu okkur að vinna. Þetta sérstaklega ákveðin bara stöðugreining, áhrifagreining á öllu þessu húsnæði sem verið að byggja upp og því húsnæði sem að losna. Hvað þetta mikið, hver staða á lausu húsnæði í dag, hver líkleg staða á lausu húsnæði til framtíðar með þessari uppbyggingu sem í gangi. Og bara þannig ég vindi mér beint í enda, bara hvað Kvosinn Plus. Í upphafi ætluðum við að skoða mögulega allan miðbæinn, alla miðborgina en við tókum það ákvörðun upphafi að takmarka okkur aðeins og dróum mörkin eins og sýnt á þessu korti þarna. Þetta þá Kvosinn og nágrenni, þetta svona cirka hálfur miðbærinn. Þannig að við fórum ekki alla leið upp á Hlemm og skoðum við þar, ákváðum að bíða með það og settum fókus á þetta svæði sem með fókus í Kvosinni gömlu. Og ákváðum að skoða innbyrðisflutninga fyrirtækja og stofnana þar og náttúrulega ljósi þessara miklu uppbyggingar sem í gangi á næsta leiti og líka vegna þess að þetta svæði bara með ákveðna ólíka eiginleika gagnvart öðrum hlutum miðborgarinnar varðandi bara nálega við stjórnsýsluna, hversu gott að fá fyrirtæki til þess að staðsetja sig þarna og svo framvegis. En bara svona hver staðan, þetta eru svona bara þessar hörðu staðreyndir sem við komum stað. En á öllu þessu svæði eru 475.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði og það bil helmingur alls húsnæðis á þessu svæði en afgangurinn eru íbúðir. Þannig að allt þetta svæði inniheldur 1 milljón fermetra af húsnæði. Og af atvinnuhúsnæði mest af skrifstofuhúsnæði, þá af hótelum og svo verslunar- og þjónustuhúsnæði. En einnig mjög mikið náttúrulega menningarhúsnæði og sérhæft húsnæði eins og ráðhús og annað slíkt. En það kannski vert að taka fram að undir skrifstofuhúsnæði falla eins og ráðuneytisbyggingar og dálítið af opinberu húsnæði, það þessi húsnæði sem gæti mögulega orðið að skrifstofuhúsnæði á markaði ef stofnanir og ráðuneyti ákveða að flýta sér til. Og það eru þessa mundir og þarna svo sem Marriott Hotel tekið inn í þessa tölu 60.000 fermetrar í byggingu á ólíkum byggingastigum. Og það sem sagt viðbót við 30.000 fermetra sem voru byggðir og hafa verið byggðir frá árinu 2018 til 2021. Þannig að á 5 ára tímabili samsvarar þetta 90.000 fermetrum af atvinnuhúsnæði og heildaraukning 20% af atvinnuhúsnæði á þessu svæði á ekki lengra tímabili.
og þá er ótalið húsnæði sem var byggt fyrir 2018 það var einnig töluvert. Þannig að það er ekkert skrítið að svona margir fyrirlestrar séu atvinnuhúsnæði og uppbygging í Kvosinni. Þetta er líklega eitt mesta uppbyggingartímabil sem að þetta svæði hefur séð fyrir og síðar. Og bara rétt til þess að skipta þessu upp í súlurit, þetta er eina súluriti sem að kemur í fyrirlestrinum og að hafa þetta ekki lengra en eitthvað aðeins riðlast til þarna. En þetta sem sagt súlan lengst til vinstri, þessi bláa, dökkbláa sýnir magnið eins og það var núna síðustu jól, rúmlega 100.000 fermetrar af verslunar- og þjónustuhúsnæði, 140.000 fermetrar af skrifstofuhúsnæði, 110.000 fermetrar af hótelhúsnæði, 62.000 af menningarhúsnæði og þar til dæmis Harpan inni og síðan sérhæft húsnæði eins og Ráðhúsið, Alþingishúsið og annað sem er af því eðli. Örlítið í vörugeymslum og pínulítið iðnaði. Ljósbláu súluna sem koma ofan á það síðan það sem í byggingu í dag og töluna þar fyrir ofan það sem að þetta mun allt saman enda í og þessir litlu kassa sem hafa nú greinilega riðilast til í hinum stafrænu flutningum yfir til borgarinnar að það það sem hefur verið byggt á síðustu 2-3 árum. Þannig að það líka töluvert. Og þannig að sést í rauninni hvernig til dæmis hótel eru nánast farin að ná skrifstofuhúsnæði að magni og það aldrei gaman að segja frá því að allt þetta skrifstofuhúsnæði að það svona þegar maður tekur meðal töl, svona þumalputta reglur að þá hýsir þetta 5.000 starfsmenn þannig að maður getur sagt að í Kvosinni og þessu Kvosinni Plus þá starfi líklega 5.000 manns og fyrir þá eru cirka 5.000 hótelherbyggi í Kvosinni þannig að þeir gætu í rauninni búið og fengið eitt hótelherbyggi fyrir sig. En hvaða verkefni þetta? Þetta svo sem, þetta kannski bara þriðja umferð á þessum verkefnum. Það er bara svo gaman að skoða þetta hvort þetta er náttúrulega Marriott Edition hótelið, 6.500 fermetrar, þetta þekkjum við vel. Það verður náttúrulega þjónusta á jarðhæð að einhverju leyti. Landsbankahúsið sem Halldóra kynnti áðan, gríðarlega metnaðarfull og flott framkvæmt og Landsbanki verður náttúrulega í meiri hluta af skrifstofuhlutanum og mér skilst að utanríkisráðuneytið sé að skoða að koma í hluta af húsinu og mögulega eitthvað meira. Svona lítur þetta út held ég bara í dag nánast. Náttúrulega skrifstofur Alþingis hafa farið yfir það, gríðarlega flott verkefni, 5.000 fermetrar húsnæði rúmlega. Viðbygging stjórnarráðsins hafa líka búið að kynna þetta, 2.000 fermetrar húsnæði og upp á Vatnsdýrsreit að því að við erum í rauninni að taka hálfan Laugaveginn að þá dettur Vatnsdýrsreiturinn inn á okkar skoðunarsvæði og þetta er mjög spennandi uppbygging sem í gangi þar líka. Hótel Reykjavík tæpið 6.000 fermetrar og hluti af skrifstofubyggingu Vonarstræti 4 var tekin undir hótelið þannig að þeir detta út úr skrifstofustaflanum. Þetta er alltaf leiðinni, Hótel Parlament, þetta þekkjum við öll vel. Og síðan bara lauflétt upptalning á svona nýlega fullgerðu húsnæði. Það er náttúrulega Austurhöfn sem að mestu leyti íbúðir en það verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð og mér skilst að það sé að mestu leyti orðið útleigt. Þarna verður mathöll eins og áður hefur komið fram. Mjög spennandi dæmi. Hafnartorgið 6.600 fermetra verslunarhúsnæði í götuhæð og á efri hæðum ásamt þjónustuhúsnæði í kjallara og þetta er mikið til orðið útleigt 6.400 fermetrar skrifstofuhúsnæði og það held ég að útleigt að megninu til líka og síðan bara fleiri dæmi nýlega fullgilt húsnæði sem ég ætla svo sem ekkert að telja upp frekar. Þannig rauninni má segja að það hafi bæst við vel yfir 100.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði við þetta svæði, Kvosinna Plus á síðustu kannski 10 árum eða svo. Bara til að setja það í samhengi þá það það 2 Smáralindir eða 1, 2, 3, 4, 5 svona höfðaturnar. Þannig að það er ekkert skrítið að áherslan og fyrirlestrar hafi verið á þetta svæði. Þetta er gríðarlega mikið magn. En þetta hefur nú allt saman fundið not. Síðan kannski spurningin verið byggt eitthvað meira. Það er skipulagt fyrir 46.000 fermetra í viðbót við það sem þegar í byggingu eða cirka 1 Smáralit eða tæp Smáralit í viðbót og 8% aukning á því sem í dag. Þannig að kannski fullbyggð Kvos Plus sem getur kallað það verða tæpi 6.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði, cirka 10 Smáralindir eða 29 höfðaturnar. Þannig að það munar minna. Og það sem þá kannski framundan eins og hefur kannski komið fram það stjórnarráðsreiturinn
Þar ráðgert 24 fermetrar af atvinnuhúsnæði í bland við annað og það kemur til að líta svona út samkvæmt vinnistillögu T-Ark og Sprint Studio. Síðan það uppbygging á Miðbakka sem í skipulagi ráðgert svona allavega 5.000 fermetrar, en það hafa svo komið hugmyndir frekari uppbyggingu þar og þarna við norðurendan á Landsbókahúsinu og í Grenduhörpu eru hugsaðir einhver lítil athafna og þjónusturými. Og síðan ýmis önnur þétting á öllu svæðinu kannski 20.000 fermetrar. Þannig að hljópi nú yfir eina. En það er mikil hreyfing á starfseminni á næstunni að náttúrulega Landsbókin að flytja sína nýjar höfuðstöðvar, þannig að það þýðir að 14.000 fermetrar húsnæði við Austurstræti og Hafnarstræti að fara að losna. Starfsemi Skattsins í Tollhúsinu, hún flytur þaðan og í nýbyggingu á Höfðatorgi eins og hefur komið fram, en nú búið hún að afgreiða það hús sem væntanlegan listaháskóla sem náttúrulega bara mjög spennandi dæmi og ég persónulega hlakka mjög mikið til að sjá það raungerast. Skrifstofur Alþingis sameinast í nýrri byggingu, þannig að það að losna 7.000 fermetrar af leiguhúsnæði líka við Austurstræti og víðar í Kvosinni. Og forsætisráðuneytið flytur í viðbyggingu við Stjórnarráðið og það losna 2.000 fermetrar af húsnæði við aðalega Hverfisgötu, en mér skilst að það búið að ráðstafa því í önnur not. Og síðan þá mögulega að utanríkisráðuneytið flyti í nýja Landsbókahúsið af Rauðárastíg. Þannig að þetta þá bara yfirlítið við það sem að gerast, þetta er það sem við gerðum, útbyggum í sambandi við þetta verkefni og þetta er vefsjá sem þetta að skoða þá aðeins betur. En það þá kannski verkefni núna næstu misseri, það að finna not fyrir 20.000 fermetra af skrifstofuhúsnæði sem eru safnast þarna í hnapp, dálítið við Austurstræti og Hafnarstræti og þetta er cirka 1 Höfðatorgsturn sem það þarf að fylla. En það alls ekkert óviðstíganlegt verkefni því að þegar Höfðaturnin var byggður á sinni tíma þá lágu ekkert fyrir neitt margir leigusamningar þar en á endanum tókst nú að fylla turnin af fyrirtækjum og það er mjög spennandi miðstöð atvinnuhúsnæðis í dag eins og þið þekkið. En við leiðum aðeins að velta upp hvað þetta að gera, hvernig fyllum við þessa 20.000 fermetra, hvernig getum við unnið saman að þessu hugmyndi sem að vöknuði var að náttúrulega bara fara í markaðsátak, kynna kosti þess að vera með fyrirtæki í Kvosinni, hugmyndi hvort að Landsréttur ætti kannski heima í miðborginni og þá getur lögfræðistéttin farið að lifa bílausum lífstíl alfarið hérna í Kvosinni og getur mögulega skotist á milli húsa bara í sloppnum ef þið vilja. Má breyta hluta húsnæðin í íbúðir eða hótel, það var svona velt upp en það kannski svona miðað við helgarlífið sem við Austurstræti og Hafnarstræti, þá kannski íbúðir kannski fyrir ákveðin hóp að þá getur það hendað en kannski ekki svona sem hefðbundnar íbúðir. Síðan spurning með stjórnarráðsreitin við við spurðum okkur aðeins hvort að forsenduna fyrir því og rökin fyrir því að safna ráðuneytum á einn reit, hvort að þau væri kannski eins sterk í dag eins og þau voru á sínu tíma þegar það var í gangi og þegar menn hugsuðu það. Og það spurning hvort að mætti mögulega jafnvel þá dreifa ráðuneytum í Kvosina víðar en þetta er gert og kannski þá nýta þennan reit kannski meira jafnvel undir íbúðir enda er þetta frábært svæði undir íbúðarbyggingar eins og þið þekkið. Síðan kannski að lokum hvort að það mætti skoða einhvers konar sprotastarfsemi og meiri nýsköpun í þessu húsnæði og mögulega einhverju alþjóðlegu umhverfi og ég rauninni bara lyftist pínu upp í sætinu þegar ég hlustaði á Þorstein Högna áðan tala um það sem að Finnar að gera og þau og spurning hvort að þarna svo komið möguleika einhvers svona sprota hringrás á besta stað í bænum. En við töldum í fyrra og við töldum aftur núna laust húsnæði í miðborginni, eða sem sagt í Kvosinni Plus þá og þetta útkoman frá talningunni fyrra
Það voru 9,3% af verslunar- og þjónustuhúsnæði laust þá og 7,4% í skrifstofum. Þetta staðan í dag, þannig að þetta hefur batnað bara mjög mikið, 7% í verslunar- og þjónustu og innan við 5% í skrifstofum sem bara stórfínt í rauninni. En við tókum líka saman það sem kallað uppsóksrýmd eða absorption capacity, þetta svona fastegna lingó, sem þýðir í rauninni að ef allar þessar nýbyggingar komið til staðar og það tekst ekki að finna nýjan leigutaka, hvað endur við þá í lausu húsnæði, og það myndi þá líta svona út. Það er að segja að ef Landsbanki flytur, ef það kemur engin leigutaki og það gerist ekki neitt, þá myndum við enda í þessari stöðu hér. Hún sannarlega ekkert glæsileg en ekkert hræðileg heldur, og ég held að með að við reynslu síðustu ára og með að við aukningun í ferðamannafjöldanum aftur að þá munum við ekkert sjá þessar tölur þegar upp er staðið. Bara rétt yfir lokin, því ég hef rosalega gaman að sögu og svona skipulagssögu. Spurningi bara, búið að klára gamla Kvosaskipulagið? Þið sem að munið og hafi aldur til, munið kannski eftir Kvosaskipulaginu frá 1986. Það var svona eitt af þessu fyrstu í rauninni þéttingarskipulögum sem voru gerð í borginni og kom til af náttúrulega miklu flutningum. Kringlan var í skipulagi þá og það var mikill áhuga á því að ráðast nú í að skipuleggja Kvosina. Hún var ansi tætingsleg á þessum tíma og það voru í plönum þá að auka atvinnuhúsnæði eða bara húsnæði svo sem alfarið 36.000 fermetra og 25% aukning. Og þetta fannst nú mörgum ansi veililagt og þeir skildu enga veginn að þetta gæti nokkuð tíma fundið sér einhver ný not. En ég ætla svo sem ekki að fara í gegnum allt sem hefur byggst upp, þannig að það sést til dæmis neðst á reiknum, þarna ráðhúsið til dæmis orðið skipulagt og nánast fullhannað og það var byggt skömmu eftir að þetta skipulag tók gildi. Og síðan náttúrulega komið ýmsir aðrir reitir margir við Lækjargötu í kringum það sem varð Ingólfstorg, og síðan sjáum við þarna nyrst reitina, þarna í rauninni Hafnatorgið komið á skipulag en á þessum tíma var það hugsað bara sem bílgeymsluhús og strætómiðstöð. Og þið sjáu líka að það búið að byggja í Skarðið þar sem átti að koma hraðbrautin úr Grjótaþorpinu, eins og Dagur nefndi áðan. Það átti líka að vera bílgeymsluhús. Þannig að kannski stóra breytingin á norðursvæðinu að allar þessar bílgeymslur þær voru teknar á yfirborðinu, settar hann í jörðina og byggt húsnæði á yfirborðinu í staðinn. Og síðan þegar var ljóst að hafnarstarfsemin hún myndi ekki eiga sér framtíð í Austurhöfninni, að þá náttúrulega og með Hörpunni að þá stækkaði miðborgin yfir á þann stað. Og í rauninni eini reiturinn sem ég gat séð að væri eftir óbyggður í Kvosinni handan við þessi gatnamót sem bílalóðin hjá Happdrætti Das. Það þá eini reiturinn sem býður uppbyggingar í Kvosinni og ég þykist vita að það fyrir barast hann á næsta árum. Og svona rétt til lokin, mér finnst alltaf fróðlegt, ég rakst á grein sem að Ingibjörg Sólrún vall orðin 30 skrifaði í Morgunblaðið á þessum tíma. Það var mikið tekist á hvað þetta vernda og hvað þetta að halda og rífa í Kvosinni. Hún var svona frekar á verndunarlínunni en hún var dálítið sannspá með þetta þegar hún segir að gömlu húsin munu því að öllum líkindum halda áfram að hverfa eitt og ný hús rísa í staðinn eftir hentugleikum og hagsmuni lóðareiganda og í samræmi við tísku hvers tíma. Hún reyndist dálítið sannspá þarna, en ég þykist vita að hún hefði aldrei getað ímyndað sér að mörg af þessu gömlu húsi sem að hurfu voru í rauninni þessi stóru módernísku hús sem að núna eru horfin eins og við til dæmis Lækjargötu, Iðnaðarhúsið og Iðnaðarbankinn og Lækjargata 4 þar sem að tunglið var eins og einhver okkar muna. Þannig að já, ég held að þetta sé nú bara síðasta glæruhamar, en ég þakka bara kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir það, Samúel Torfi. Þá fyrir nú svona að líða að lokum, við erum komin aðeins yfir tíma eins og gengur og gerist. Hér málglatt fólk og mikið að ræða, en það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs, sem ætlar að koma hér í lokin
og fjalla atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, gott að sjá ykkur. Erum við ekki öll sæmilega hress, þrátt fyrir langa setu, en ótrúlega áhugaverð og skemmtileg erindi og stórkostlega yfirsýn. Ég ætla að fá að vinda mér í atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar sem við samþykktum í borgarstjórn á þriðjudaginn síðasta. Að þessu verkefni standa með okkur í pólitíkinni 200 aðilar víðsvegar úr atvinnulífinu. Þetta er þverpólitísk stefna sem við unnum saman. Hófum þetta starf svona í miðju COVID, ákveðum bara að slá í klárinn og vinda okkur á stað. Við gátum einhvern veginn ekki beðið lengur, við ætluðum alltaf að fara í þetta en síðan kemur heimsfaraldur og það var bara úr að við aðlögum okkur að því umhverfi sem við vorum í, sem að þið þekkið öll mjög vel. Við höfðum gríðarlega mikið, við köllum þetta 360 gráður samráð. Við byrjum á því að varpa út hvernig á Reykjavíkurborg, hvað á Reykjavíkurborg að gera fyrir atvinnulífið. Og við fengum allskins svör. Við héldum 18 rýnifundi með gríðarlega mörgum úr atvinnulífinu, héldum eitt framtíðarfund upp í Hörpu, þar sem við leiðum okkur bara að fljúga langt inn í framtíðina og okkur hugnaðist það saman þverpólitísta í staðinn fyrir að vera með svona, hvað ég var að segja, hefðbundna, óska eftir svona hefðbundi eftir því hverjir ættu að taka þátt frá hagsmunaaðilum. Það ákváðum við að pröfa nýtt. Sammældust það þverpólitískt að tilnefna með okkur fólk í þessa vegferð úr atvinnulífinu. Við vildum fá fólk sem er hands-on bara í nýsköpun og í atvinnulífinu. Og við fengum til liðs við okkar Þór Sigfússon frá Sjávarklassanum og Gretu Björgu sem þá var nýhætt hjá Krónunni og þá hjá Brim, og þau komu eins og sprengjur, full af hugmyndum, sögðu bara nei við okkur, þetta gengur ekki, við viljum sjá þetta, og það var ógeðslega gaman, alveg hrikalega gaman að fá svona kraftinn með okkur, og þetta tók hópinn enga stund að samlagast. Í þessum hóp var ég ásamt Dóru Björt, ég leiddi þennan hóp ásamt Dóru Björt sem var hérna í morgun, Katrín Atladóttir frá Sjálfstæðisflokki og síðan voru Greta Björg og Þór með okkur ásamt frábæru teymi frá athafnaborginni og nýsköpunar og þjónustusviði borgarinnar. Ég ætla að fara mjög hratt yfir. Við erum komið með þessa stefnu inn á vefsvæði Reykjavíkurborgar og þar er hún aðeins meira interaktív heldur en þið sjáuð hana hérna á PowerPoint í dag. Mér langar kannski sérstaklega að draga fram svona þessar stóru línur í stefnunni, og við erum að horfa góð 10 ár fram í tíman. Við erum búin að vera svolítið mikið að sjá hvernig framkvæmdina verða hérna í atvinnuhúsnæði í borginni, en núna viljum við bara setja fókusinn áfram, hvernig á þetta að vera, hver á að vera stefnan okkar og hvert ætlum við að ýta okkur áfram á næstu 10 árum. Framtakssemi, hugmyndaauðgi og sköpunargleði einkenna allt það sem við viljum sjá í borginni. Og ég ætla að fara mjög hratt yfir það sem ég veit við erum orðin frekar sein, en mér langar að segja nýsköpun, að því að við köllum þetta atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar. Við viljum ekki að nýsköpun sé eitthvað svona skrautfjöður, og nýsköpun er ekki bara eitthvað hátækni. Við sjáum nýsköpun allan hringinn, allstaðar, ekki síst í opinbera geiranum, þriðja geiranum, hjá sveitafélögum og hvar sem er. Við viljum hafa áhrif á menningarlega þætti, listsköpun og fleira og fleira og fleira. Þannig að við viljum sjá nýsköpun flæða allt. Við unnum þetta út frá þeirra aðferðafræði í stefnumörkun sem er ansi heillandi, og það er út frá áskorunum. Þannig að við hugsaum, hvaða áskorunum stöndum við frammi fyrir nákvæmlega núna? Og við fengum það bara mjög, þau skýru svör fengum við beint í fangi frá atvinnulífinu og við byrjuðum þar. Þannig að við erum með nokkra kjarnaáherslur sem ég ætla að hlaupa í gegnum og aðgerðaráætlun sem við leggjum núna, sem liggur núna fyrir drög, stefnan er samþykkt, en við köllum þetta kjarnaáherslur, en þær í rauninu eru andlagið á þeim áskorunum sem við stóðum frammi fyrir. Og við byrjum á fyrsta sameiginlegur skilningur að borgar og atvinnulífs. Fyrir COVID þá héldum við ansi marga fundi með atvinnulífinu, öllum geirum og klösum í Höfða, þar sem við fórum í svona vinnustofur, og eitt af því stóra sem kom þar upp var traust og skilningur.
Þannig að við erum mjög ákveðin í því og viljum með ásamt atvinnulífinu finna það hvar eru áskoranirnar á hverjum tíma fyrir sig, skapa traust og skilning og eitt af partinum að aðgerðaáætlun einmitt að þróa stöðugt og gott samtal og samstarf við atvinnulífið út frá borginni. Við spurðum atvinnulífið hvað vilja að borgin geri og við fengum svar sem var á mjög stórum skala, allt frá því að borgin á að gera þetta og þetta og þetta og þetta í það að borgin á ekki að gera neitt. Hún á bara ekki að vera fyrir. Þannig að skiljið, þetta eru skilaboð sem við fengum frá atvinnulífinu og við viljum finna leið á hvaða tíma sem það hvernig getum við unnið best. Við vitum alveg hvað allt current. Ég meina það sem gerist 2018 bara halló í dag. Það eru bara ný verkefni, nýjar áskoranir. Þannig að við þurfum að vera mjög current. Næsta kjarnaáhersla hjá okkur gott umhverfis atvinnu og nýsköpunar og það sem langar til að draga hérna fram út frá þessum forgangsáherslum hjá okkur betri þjónustu Reykjavíkurborgar. Því að við þurfum að hugsa hvað getum við gert. Og við viljum að öll þjónusta borgarinnar, og nú ég kannski bara að tala fyrirtæki, en þetta á líka við einstaklinga, að öll hugmyndafræði verði út frá algildri hönnun. Og þá meina ég út frá því að við gerum þjónustuna einfaldari, stafrænni, aðgengilegri og fyrirsjáanlegri. Og það þekkið þið í atvinnulífinu. Fyrirsjáanleiki skiptir verulega miklu máli og þess vegna hafa þessi fundir svo gott gildi líka fyrir uppbyggingaaðila og hverja sem þarna úti og síðasta glærana Samúels þar sem við vorum að fara yfir hvernig fyllum við þetta húsnæði, það fyrirsjáanleikin því að við vitum að þarna eru tækifæri. Ég ætla að fá að halda áfram. Fleiri stoðir verðmætasköpunar og hérna langar mig sérstaklega að draga fram að því að Helsingi var að tala Helsingi hérna áðan hjá Þorsteini Högna og við erum nýkomin, borgarráð var í Helsingi fyrir 2 vikur síðan, við fórum á Maria Zero One, við fórum líka á Forum Virium og þessi módel eru frábær og það engin önnur ástæða en bara við þurfum bara að vinda okkur í það, hvernig getum við aðlaga okkur að einhverju svona hérna. Ekkert sem stoppar okkur í rauninni, við þurfum bara að vita hvert við viljum fara og aðlaga okkur að þessum raunveruleika, við eigum ekki alveg sjúkrahús laust. Þið veitir það Maria Zero One sjúkrahús, aðeins algjörst overstatement að því ég bjó nú í Helsingi 10 ára, þetta sé í miðborginni, þetta svona svolítið vel til hliðar, en samt að frábærum stað og alveg í hjólafæri. En út frá þessu það langar mig aðeins að draga þennan hérna punkt fram að því að Helsingi einmitt að skoða þetta, tryggjum mannauð fyrir góðar hugmyndir og við viljum gera reglulega úttektir að því að það ekki alveg gefið að það sé mats á milli hvað framboð við höfum af fólki og hvernig þörfin hjá atvinnulífinu. Og það getur orðið mismats í þessu og við veitum að Helsingi einmitt að skoða nákvæmlega þetta núna. Það mismats í gangi hjá þeim núna og við sjáum fyrir okkur bara hvernig þjónustu greinar að vaksa og ferðaþjónustan þá sérstaklega, þá þurfum við að hugsa, erum við að mæta þörfinni þar? Þannig að það svolítið mikilvægt að við séum hands-on í því. Sögur á borginni, við þurfum að vega góða sögur, reynslusögur, svona míkrosögur sem að gefa fólki touch það hvernig að búa í borginni og 90 daga finnin svo gjörsamlega frábært fyrirbæri að því að við getum hæglega gert eitthvað svona en svo þurfum við að segja þessar sögur og þær þurfum að vera svona touchable, við þurfum einhvern veginn að ná í þær. Og þannig að alþjóðleg markaðssetning sannarlega eitthvað sem á verkefni hjá okkur ásamt innlendri markaðssetningu. Sameiginlega markaðssetning, það það sem það kynna borgina og laða til okkar fólk. Við erum með grænan vöxt og það hefur nú komið mjög svo oft fyrir í dag, en mig langar kannski sérstaklega að draga fram punkt númer 2 sem eflum hringrásarkerfið. Það sem að við erum að hvetja til samnýtingar og við fengum góð dæmi eins og frá hérna Sorpu hérna áðan, en það sem fellur til hjá einum getur orðið að nýtanlegri auðlind hjá okkur. Og þetta verður einhvern veginn að vera öll okkar sýn verður að vera þarna. Enginn skilir eftir að því að öll okkar stefna, hún snýst mannlega þætti, hún snýst efnahagslega þætti og hún snýst græna þætti. Og út frá mannlega þættinum að enginn skilin eftir, þá verðum við alltaf að muna að hér búum við öll saman. Og ef við erum að segja í okkar nýsköpunarstefnu, við viljum laða að okkur erlend nýsköpunarfyrirtæki eða erlenda fjárfestingu til þess að vera hér áfram og vera hér með okkur partur til skamms eða lengri tíma, þá þurfum við líka að vera samfélag með innviði og operation til þess að mæta því.
Og þannig erum við að tala alþjóðaskóla sem að hann Þorsteinn Högni kom svo ágætlega inn á, sem Finnarnir gera bara mjög vel og við erum oft svo lík Finnunum að því leitinu til að við tölum þetta skringilega erfiða tungumál, við erum þetta lokaða litla samfélagi í þessu brjálaða veðri, það eigum við alveg sameiginlegt við Finna. Og ef þið komið til Finnland, svo eru þær einhver tíma og fyrsta sem þið spyrjið, þeir eru rosa hissa og spyrja, af hverju ertu hér? Af því að þau eru svo lítilát. Þegar við byrjum strax, how do you like Iceland eða eitthvað álíka, því að okkur finnst sjálfsagt að fólk vilji koma en að búa hérna, við erum líka hissa. Og við eigum þetta sameiginlegt með Finnunum. Þannig að mig langar að draga sérstaklega fram punkt númer 2, fögnum fjölbreytileikanum. Megum aldrei gleyma því að borgin er fyrir alla. Borgin vill elska alla og hún vill bara vera fyrir alla og þá verðum við að byggja upp samfélag fyrir alla. Þannig að allt sem við gerum verður að byggjast á fjölbreytileikanum af því að það er fólki sjálft sem síðan er blóðstreymið í fyrirtækjunum. Hérna langar mig að lokum að draga fram, þetta eru svona þessi aðgerðaáætlun sem við kynnum, hugmyndaaukinn í hópnum var svo mikil að við vorum með 60 punkta. En við vitum það alveg að það gengur ekki. Þannig að við verðum að setja þetta saman, það eru kosningar, það er þverpólitísk sátt þessa stefnu, þannig að við erum að fara áfram, en hvað við gerum á næstu árum þurfum við að koma okkur saman Þannig að við hönnuðum saman þessa 12 punkta hérna sem eru þá aðgerðir og mér langar að draga fram sérstaklega punkt 4 og punkt 6. Að við byrjum á punkt 6 að greina áskorunni þess að efla atvinnulífin í hverfum borgarinnar. Ég held að hafi ekki verið neitt sem var meira rætt í þessum stýrihóp en það sem við köllum svona innmi útkverfin. Hvernig getum við, af því við erum alltaf að tala flæðið hinga niður í Kvos, sem frábært, og við erum að byggja upp borgarlínu og þéttinguna út frá ákveðnum samgöngum til þess að mæta því. En við viljum líka að útkverfin, allir kjarnar og uppbygging í hverfaskipulagi útkverfunum fái líka tækifæri til þess að það blómstri atvinnulíf. Og við þekkjum svona klassískt dæmi sem við tökum gjarnan Arnarbakkin í Breiðholtinu, við Breiðholtskjör gamla, eða upp í Völvufelli, upp í Árbæ eru nokkur svona og líka upp í Grafavogi og þetta eru kjarnar sem voru byggðir í kringum 70, 80, 90 og hverfi hefur breyst og öll þjónusta og ég þarf ekki að segja ykkur þetta alls saman. En núna ákallum 15 mínútna hverfið, meiri nálægð, meiri þjónusta í sínu umhverfi og þá viljum við skoða hvar liggja tækifærin. Við erum búin að gera hverfaskipulag fyrir Árbæ og fyrir Breiðholt, en við vitum hvar tækifærin liggja þar, en við þurfum að taka þetta skrefinu lengra. Að lokum langar mig að segja, við erum á leiðinni inn í framtíð sem gjörbreytt frá því sem við erum vön. Og það punktur númer 4. Það að útbúa rafrænan vettvang fyrir fyrirtæki til að sækja þjónustu á borginni í samræmi við hugmyndafræðina Once Only. Og þessi hugmyndafræði, hún kjarninn í þessari stafrænu umbreytingu sem við erum í. Þessi hugmyndafræði, hún á ekki bara við fyrirtækin og líka við fólk. En ég hef verið á fyrirtækjamarkaði og stofnað fyrirtæki í Reykjavík og rekið alls kyns útstöðvar í Reykjavík og margoft verið í að opna veitingastaði eða opna svona, tökum oft veitingastaðina eða hárgreiðslustofur eða eitthvað svona góð og gild þjónustu úrræði sem eru ekki flókin og eru með svona low barrier to entry ef maður kalla það sem svo, þannig að hindrunin ekki mikil. Þessi kerfi þurfa að vera einföld og góð. Og Once Only, hugmyndafræðin og aðferðafræðin, hún virkar þannig að ef ég sem fyrirtæki, ég á bara að fara einu sinni inn og setja mínar upplýsingar einu sinni inn í kerfið. Þá ég bara komin. Þannig að þegar þessi kennitala birtist, þá birtist hún alls staðar. Og þetta líka við okkur þegar við erum að tala leikskóla og skóla og alls kyns þjónustu. Þangað viljum við fara. Það ekki óeðlilegt í fyrirtækjabransanum að við sjáum fólk sem að opna veitingastaði eða eitthvað skemmtilegt út á Granda að það sé bara með fullt af pappírum þar sem það að skrifa undir og græja og gera og það að hlaupa með til þessa meistara og hins meistarans. Þið þekkið þetta, krakkar. Þetta á að vera búið. Við erum að fara inn í nýja framtíð. Once Only, það sýnin sem við viljum fara, við erum ekki þar á morgun, en eftir 10 ár þá á ekki að vera neitt pappír, við höfum að geta gert þetta og græja þetta, þetta á ekki að vera flóknara en að panta sér pizzu, ég veit þetta flóknara en að panta sér pizzu, en þetta á ekki að vera það og við þurfum að gera þetta einfalt og gott. Takk fyrir.
takk fyrir það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Jæja, gott fólk hérna í Tjarnarsalnum og þið í streymi. Það komið að leiðarlokum. Glæsileg erindi og flott og frambarlegt fólk hefur talað hér alls konar svæði í borginni og bara takk kærlega fyrir ykkar góðu framsögur. Og ég ætla bara rétt að minna á það í lokin, það hér gönguferð á áætlun, bara núna eftir fundin, hér fólki í jökkum, alveg tilbúið að ganga af stað. Og svo líka hérna viðburður í Geirsgötu 17 klukkan 16 í dag og þið eru öll velkomin og þið líka sem heima sitjið. Hér í lokin ætlum við að spila myndband, miðbæjarmyndband, þetta svona meira fyrir ykkur í streyminu. Það sem við sjáum svona lífið í borginni frá ýmsum vinklum. En ég þakka bara kærlega fyrir mig og samfylgdina og eigið bara góða helgi framundan. Takk fyrir. Reykjavík í stöðugri þróun og þrátt fyrir heimsfaraldur og alls konar áskoranir þá virðist borgin einhvern veginn alltaf bara bregðast við því með því að vera kraftmeiri og fjölbreyttari. Borgarmyndin sjálf, hún tekur breytingum bara eiginlega nánast daglega. Eitt dæmi breytingu hérna í Tryggvagötunni, þar sem að gangandi vegfarendur geta loksins séð almennilega mósaíkverkiðinnar Gerðar Jónsdóttur. Þetta nú dálítið svona erlendis. Og talandi nýsköpun og breytingu, þá hérna glænýr veitingastaður á horninu sem ég ætla að kíkja á. Sko, matarmenning í Reykjavík hefur tekið stórum breytingum undanförnum, 10 árum. Eftir því sem við fáum fleiri tegundir af fólki sem flytja hingað útlendingum, þá stækkar einhvern veginn heimurinn okkar hér. Og svo erum við bara að verða alþjóðlegri og stærri borg, bæði með fleiri túristum og svona meiri ferðalögum Íslendinga. Þannig að það alltaf að lifna við og veitingabransin allur að lifna við. Við erum öll farin að brosa aftur og við erum farin að high-fivea hvort annað þegar við mætum hvoru öðru út á götu. Þannig að við erum orðin bara ansi framalega á meirinni. Austurhöfn hérna á bak við mig eitt af þessum svæðum sem hafa verið í mjög mikilli uppbyggingu í Reykjavík á síðustu árum og nú eru þetta búið að opna dyrnar að Edition hótelinu og mér skilst að vel flestar lúxusíbúðirnar hérna á reitnum séu þegar seldar. Það þess að byggjast upp mjög svona skemmtilegt og litríkt fjölbreytt samfélag kringum Hörpu með alls konar þjónustu, meðal annars þjónustu það hvernig listaverk á að kaupa sér. Listval var stofnað 2019 og þá vorum við í rauninni bara svona, byrjuðum að ráðleggja fólki að velja myndlist. Og síðan í rauninni bara gera hlutirnir hratt hjá okkur tveim og við fengum í rauninni þetta rými til afnota og opnuðum í desember núna á síðasta ári. Fólk getur séð hvað í boði og fengið að lána heim. Þannig að við erum svona endalaust að bara að reyna að finna nýja leiðir til þess að nálgast fólk og miðla myndlist. Kannski svona okkar markmiðið mitt að gera þetta aðgengilegra því að myndlistarheimurinn getur oft verið svolítið óaðgengilegur. Já, ég held að þetta verði bara mjög spennandi tímar framöndan og fyrir myndlistarsenuna. Við erum alveg búin að setja ykkur markmið og við erum alltaf á leiðinni og við erum alltaf að þróast og svona. Maður þarf að nýta þær saman þessar hugmyndir og láta þær vera veruleika. Héðan sést alla leið út á Granda. Svæðið vestast í Reykjavík sem fyrir aftan mig, það algjörlega iðar af lífi. Þar má finna alls konar skemmtileg fyrirtæki og þjónustu, tæknifyrirtæki, nýsköpun, veitingastaði og alls konar svona tískufyrirtæki og aðra þjónustu. En líka fyrirtæki sem eru sérstaklega til þess að þjónusta ferðamenn sem koma hingað til höfuðborgarinnar. Ég ætla að kynna mér eitt svoleiðis fyrirtæki. Við erum hér að búa til í raun og veru lavasjó þar sem við ætlum að endurskapa aðstæður eldgoss með því að bræða hraun upp í 1100 gráður og hella því svo inn í sýningarsal fullum af fólki. Við erum fyrirtæki í ferðaþjónustu sem erum náttúrulega núna bara að reyna að byggja upp hérna í Reykjavík. Við erum búin að vera í Vík í Mýrdal síðan 2018 og það bara held ég almennt mjög mikil bjartsýni fyrir bara komandi tíð og allir ferðaþjónustuaðilar eru alveg núna bara að finna fyrir auknum áhuga, bókanirnar eru svolítið að hrannast inn fyrir sumarið. Þannig að við sem erum að vinna í þessu, við erum náttúrulega bara gríðarlega spennt og til í þetta.
Svo eru það auðvitað þessi klassísku svæði í miðborgin okkar, Laugavegurinn, Skólavörðustígurinn hérna aðeins fyrir ofan og auðvitað Austurvöllur, þar sem ég er núna. Og þetta eru auðvitað þau svæði þar sem að fólk hefur safnast saman bara síðan byggð hófst hérna í Reykjavík, yfirleitt með sama markmiði, já, ef ekki bara segja alltaf, að hafa gaman. Já, stemningin í borginni er í rauninni bara mjög góð. Fólk er svona mjög gírað, eða mætti segja. Það er allir farnir að gíra sig líka mjög snemma. Fólk er ekki að mæta í bæinn kannski klukkan 1 eða 2. Fólk er að mæta í bæinn jafnvel klukkan 10 eða bara strax eftir vinnu. Bara svona danskimátinn í rauninni. Og fólk er mjög mikið að sækjast bara í alls konar skemmtun eins og uppistand og tónleikar og bara eiginlega hvað sem hægt er að gera í miðbænum. Ég held að svona, þessi viðburðir eigi eftir að þróast þannig að það verður kannski jafnvel betri mæting allavega á næstunni upp á hvernig fólk er búin að þyrsta í eitthvað live event eftir svona langan tíma. Fólk fannst fyrst þægilegt að geta verið heima á sér þegar það var eitthvað svona í gangi og geta hort bara eitthvað live, en svo var það orðið dálítið þreytt eftir fyrsta 1,5 ári kannski. Þannig að 2 ár var fullkominn tími til að láta fólk svona vera með þorsta í einhvern veginn, en þannig ég held að fólk sækist eftir þessu til þess að geta upplifað eitthvað saman. Í litlu samfélagi eins og Ísland að hitta einhvern sem ekki hitt lengi og svo bara eiga góða afsökun til þess að fara út og skemmta sér bara og vera í kringum fólk.